Ég lít upp, horfi niður, út allt en því ver og miður finn ég ekki það sem ég leita að. Ég leita hátt, leita lágt, út allt en finn furðu fátt sem minnir á það sem ég leita að. Æ, aleinni heimi ég og svarið inni í mér. Ó, ég svo blindur, ég sé ekki neitt. Aleinni heimi ég, best að ég gleymi mér. Riba, mandro cantando. Horfi til himins, fer á kné, því ég veit allt heimsins fé kaupir ekki það sem ég leita að. Ég leita langt, yfir skamt, inn í mér býr svarið samt, finn ég ekki það sem ég leita að. Aleinni heimi ég og svarið inni í mér. Aleinni heimi ég, best að ég gleymi mér. Ok, takk fyrir þetta, Ká. Velkomin í Helgispjall. Já, góðan daginn. Við nefndi eitthvað Mexíkó og þá fórst að spila þetta. Er eitthvað Mexíkó í þessu? Já, ég var síðan bara, við vorum að tala hvaða áhrif, undir hvaða áhrifum ég væri. Ég hlusta mikið á mexikanska tónlist í tíðina. Hún skemmtileg, sko. Eins og við vorum að tala áðan, sko, þú hefur gert það líka. Já, en svo var ég að hlusta á það sem þetta syngja, þetta orðin bara meira og minna svona erlýsinsbænin hjá þér sem þetta semja. Hvað er gamalt lag? Já, þetta frá þessari öld, 2008 held ég. Getur það verið, ég bara ekki alveg þóri, ég gæti, já, held að sé það. Þetta sé af blötu sem heitir Svona eru menn, sem þetta síðasta platan sem ég gaf út 2008. Nú, hvað, akkur svo nátt síðan? Ég bara verið að gera annað. Það heldur ekkert upp úr plötum að hafa lengur eða? Í sölu? Já. Nei, það seljast ekki lengur. Það hættu svona 2014 var svona síðasta árið sem menn seldu geisladiska í einhverju magni. Núna selja menn vínilplötur, en þá það ekki miklu magni, sko. Það áður þegar menn seldu kannski 5, 10, 20.000 plötur, þá að selja kannski núna 2, 3, 400, 500. Og fá svo kúkukanir frá Spotify. Já, Spotify algjör. Það og bara sama að skera hjá Hollywood núna, með streymisveitinu, Netflix og þessi staði, nákvæmlega sama. Verða inn í sér og eiginlega vera að hverfa. 2008 sagður vegna þess að þú ert að vera 70, þú ert ekki orðið 70, eða? Nei, ég er að vera 70, 27. Þannig að þú ert ekki nema 55, þú ert að syngja þetta, af því að mér fannst þetta að vera svona, af því að þegar maður eldist, ég stundum orðað þannig að maður svona nennir eiginlega ekki að vera aðalleikarinn lengur og ekki leikstjórinn, ekki höfundurinn, þannig að maður bara komin út í sal og kannski komin út á svona 8. bekk og svona fylgjast með sjálfum sér bara. Þannig að maður svona hverfur. Mér finnst það að vera hluti af því eldast og svona ego eiginlega góður upp. En þú ert að syngja eiginlega þetta bara 55. Já, sem okkur finnst ungt í dag. Já, ungt það bara... Ég veit ekki að það byrja sagt að sé nýja eitthvað. Já. Nýja 35. Nei, ég hef alltaf verið sáttur við aldurinn. Já. Og svo að þú varst að tala nýja
Ég segi við fólk, það segir, hvað ertu gammal? Ég segi, ég hann gammal. Hvað ertu? 69 eins og ég núna. Nei, það ekkert gammalt, segja þér, fara að verja mig fyrir því eins og það sé eitthvað slæmt. Þess að ég þykist að vera 20, sko. Já, akkurat, og þá spendi ég á að, sko, að gamall ekki neikvætt orð í mínum huga, sko, í þessu samhengi. Og svo spendi ég á að líka, sko, að vilja vera yngri en maður það svolítið eins og vera 15 ára og vilja aftur vera í bleiur. Skilur? Eða öfugt að vera, sko, 15 ára í rykfrakka og þykjast vera 40, sko. Það svo sætt. Ég var svo neins. Ég fór í frakka 16 ára gammal í Lindagöturíkið til þess að virast eldri og fekk afgreidda eina flöskur. 16 ára gammal. Já, það var ekki mjög strangt. Jú, það var svolítið strangt, já. Og yfirleitt fekk maður rónana til þess að kaupa fyrir sig og þá tóku ég spá toll og sögðu Sopa. Já, fóku ég sopa svo fengu ég sopa og þá kláraður hálfa flöskuna. Það er erfitt. Það er ekki að mönnum sjálfdæmi. Flesti fara vel með það. Þessu var alltaf einn og einn sem fer illa með sjálfdæmi. Þeir fengu sjálfdæmi. En þeir voru svo sæti, maður þekkti þá yfirleitt við nafni, Kitty og hvað hétu. Þetta var svona, Reykjavík var svo lítill bær fyrir 50 árum síðan. Þetta er Kristjáni Arasyni sem kynnti sig, Kristján Arason, ekki handboltamaðurinn. Já, var það ekki Kitty? Var það með svona skarð svona? Já, alltaf í grænum frakka. Já. Mjög stórfættur, ég maður það, hann var mjög stórfættur nema hann hafi oft bara svona stóra skó. Já, kannski, já. Hann hafði mikil áhrif á mig, þá var ég að labba niður Bankastrætið og verið kannski svona 16-17 ára. Fullur af svona fögnuði yfir því að vera að koma út úr bernskunni yfir í fullorðinsárin. Hálf valhoppandi af einhverju innri gleði. Og þá sagði hann sagði með svona voðalegur flumrugangur þetta, eitthvað svona. Og ég svona misti flugið svona framjá nullinu og var komin svona niður á Lækjartorg. Fyrir ég fattaði allt í byrju á hverju ég láta þetta hafa áhrif á mig. En við þetta ógleymanlega, ég munað þetta að þótt að hreyti ykkur svona í mann, og þá þarf maður ekki endilega að missa flugið, sko. Nei, en ég talaði oft við hann, sko, en þetta var ekki þannig að okkur var ekki veldi vinna, sko. En maður viðkvæmur þegar maður ungur. Já. Og þegar maður ungur maður. Það sérstaklega þegar allir útlifinir nýjónir langir og ægjatökin ekki kannski alveg mótuð. Já. En að eldast, þú vilt eldast, þú vilt taka hlutverki að því að vera gamall. Og það er svolítið galli hjá okkur að þeir sem eru gamlir vilja ekki vera gamlir. Þannig að það er enginn sem er gamall. Og það vantar það hlutverkilega í kórinn. Maður veit ekki hvað fólk vil, sko. Það er svona, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað fólk vil, sko, en þú sér það til dæmis, við vitum það öll mörg sem hafa til Ítalíu hvaða augum fólk lítur á gamalt fólk þar til dæmis, að mikil virðing borið fyrir gömlu fólki og alveg niður í bara á unglingsaldir. Unglingar þykir mjög vænt gamalt fólk. Það er ekki ótti, það er eitthvað svona virðing, svona ástúðlega virðing, eins og þessi líka ástúð á öllum aldri gangvart litlum börnum. Man sé unga menn haga sér svona svo gamla fólki gangvart litlum börnum. Það elskar lítið börn. Ekki síst á Ítalíu. Ég er að tala Ítalíu. Sko. Það að ferðast með lítið barn á Ítalíu. Að koma kellingarnir sko hlaupandi yfir götuna til þess að klípa í kinnuna. Bella, bella! Það er bara ráð ekki við sig. Nei. Að sjá æskufegurðina. Já. Þetta er, þannig að ég hef svo aldrei sé svona, það fyrst hver maður er, kannski, hver maður er. En á Ítalíu þá klæðir eldra fólk sig í svona eldra fólks búning. Þannig var það að amma var alltaf í peysufötunum. Ég veit ekki hvað var gömul þegar hún bara skipti yfir því að vera miðaldra kona, yfir því að vera kona í peysufötunum. En því fylgdi náttúrulega næstu því bara allræðisvald. Kona í peysufötunum, það var bara... Og Tóta Tanta frænkanar, hún var líka alltaf í peysufötunum. Veit ekki. Það að handmælti enginn þessum konum. Nei, það er ekki vit í því.
Myndur þið gera það? Myndur andmæla konu í peysutónum? Nei, það er óttablandi virðing sem það, sko. Já. Og þannig þetta svolítið á Ítalíu. Fólk fer bara þetta er bara tiltekið hlutverk í samfélaginu. Já. Sem að þú reynir að gegna vel, alveg eins og þú gegndir vel hlutverkinu sem ungur maður og maður á manndómsárunum og ættfæður og svo kemur gamli tíminn og þá bara ferðu í það hlutverk. En þú talar um ömmuðina sem var í peysufötunum sem andmælt ekki. En var mikill ótt, það var ekki mikill ótt ef það. Þó ég hafi satt óttablandi virðing þá var það, sko ég nefnilega var að rifja upp þegar ég var 12 ára sem þá 68 11-12 ára sko, þá var maður komið bílahár og ungir strákar voru hættir að fara í herraklippingu og rakar voru að fara á hausi, þeir voru á öðru götuhorni þá og menn fóru reglulega í klippingu og svo var það bara búið einn daginn bílarnir komu og þá komu kallarnir og voru svona leiðilegir og sögðu manni hvað að sjá þig? Ertu stelpaða strákur? Og þetta var, manni fattaðist á flugi sko, því maður var að reyna að vera maður frá 12, 13, 14 ára aldrei maður var að reyna að vera ungu maður maður gekk aðeins með hendurna aðeins út frá sér og einhvern veginn og pæli í þessu og reyna að vera kallmaður og svo sögðu þeir svona þetta var særandi en konurnar, ég var svona að vera pæli í þessu mamma og eldri konurnar þær elskuðu þetta konur fannst ekkert að þessu það var engin konar sem sett út á það að maður var að vera eins og bítlandin hann fannst það bara sætt og prjónu á maður bítlatrefla og svona mannst eftir þessu og þá ákvað ég að ég ætla ekki að vera svona kall það ekki? Nei sem þú veist að hér áður fyrir þá var allt miklu betra hvað er að sjá útdóminn í dag þannig alveg hellinga hlutur sem skeið í samfélaginu dag sem ég skil ekkert í þessu en ég get ekki leyft mér að hafa einhverja fordóma. Það er ekki að banka sér gluggan og steita hnefann? Nei, þú veist, þetta er eitt sem ég ákvað, ég ætla ekki að vera svona gramikallinn. Ég ætla að reyna að vera það ekki, sko. Það er stundu að margir sem hafa ákveðið að vera það ekki, síðan vex þetta inn í fólki, eða inn í mönnum. Ég var alltaf Tommi Tombassarleikari, heitinn. Hann sagði eins og við þegar við vorum ungir hér, hann tók upp hann pródúseraði 2 plötur hjá okkur tók upp Beinleið og plötur sem kom á eftir, Hótelförjar þá sagði hann einhvern tíma hann talaði við okkur og sagði, vitið þið hvað verður reiða unga menn? Nei, það verður að grafi gamli kallar það er allt í lagi að vera reiður ungu maður en ef það hættir ekki einhvern tíma þá verður maður gramur gammal kall Það er endurnýja sig. Það er náttúrulega í tónlistinni það eru margir sem eru góðir ungir og ná svo ekki að þroskast og þróast í tónlistinni og verða svona reyna að vera leika sig unga. Það er raunverulega ekkert svo margir sem að ná að fara í gegnum mörg aldurskeið og svona þroskast með því. Nei, en það, ég veit ekki, maður sér að bæði konur og kalla, maður sér að sko sérstaklega miðaldra fólk sko. Þau eru ennþá í tískunni sem þau voru í þegar voru 20 mörg sko. Það eru og ekkert að ég ætla að setja út á það ég er ábyggilega saman ég er ábyggilega í einhverjum búningi sem ég áttum ekki á sem er frá hippa árunum eða eitthvað maður er einhver svona einkennisbúningi sem að tilheyri manni svo maður hefur kannski ekki efna á því að setja út á aðra og með lokk ég með lokk það er svolítið hippa tíminn, ekki? Jú. En þetta hvað heitir þetta aftur? Skeggi og undir vörunni og neður vörunni Þetta er ekki geit, það þarf að vera hér Já, þetta heitir ábyggilega eitthvað í Ameríku Þú er búin að vera með þetta svolítið lengi þetta er eiginlega vörumerki Já, ég er búin að vera með þetta alltaf lengi Þegar þú nefndir þetta var ég að fara að reyna að greina hvort það var þetta reykja þetta. En fólk líka til dæmis tónleikar og svona sem að seljast inn í Hörpu, það er fólk að koma að hlusta á músíkina sem að hlusta á þeirra 20 og hefur peninga til þess að borga fyrir miðana, þannig að búinni til miðar, eða búinni til tónleikar eða fyrir fólk svona sem er 55 plus með músíkinni fyrir þessu 20 ára. Já, ég veit. Það var eitthvað tónleikahaldari sem að var að útskýra þetta var eiginlega einu tónleikarnir sem að virkuðu. Já.
Af því unga fólkið hérna, svo blankt, sko. Það hefur ekki efni á 12 skonum miða. Það er flókið að fylla, sko, heila sal. Já, já. Já. En hefur þú breyst í hvaða tónlist byrjar að hlusta á? Hvaða tónlist ég byrjaði að hlusta á, það hefur sennilega verið, sko, ég fæddist í Bandaríkjunum, ólst upp í Kaliforníu til 10 ára aldurs og þá allsráðandi FM radio á blasti alls þar og mamma og sko ég fæddi 56 og förum heim 66, 65 mamma fætt 22 svo hún bara rúmlega fertu hérna. Hún er fertusaldri meira og minna þegar Bílarnir koma fram og hún fer bara strax í að kaupa Bílaplötnar, hún elskar það og það píanó á heimilinu sem hún spilaði eitthvað á og það var mikið hlustað á hvaða fyrstu tónlistin hlustað á, það voru náttúrulega þetta sem mamma og pabbi voru hlustað á grammafónn og þau voru svona millistéttar amerísk fjölskylda sem gekk mjög vel hjá 2 bílar og mamma bara heima og pabbi að vinna og 5 börn og þá var hlustað mikið á tónlist sem ég man eftir Bílarnir og svo pabbi hlustaði mikið á 14 fóstbræður. Ég hugsaði að þessi plata sem með fyrstu plötu sem að Svafa Gess gefur út syngi með hún heitir 14 fóstbræður sirpur af tónlist sem var tekin upp með 14 fóstbræðurum og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar í útvarpsþáttum sem að Svafa Gess var með í útvarpinu 1965, svo gaf hann út á plötu og ég held að þetta hafi verið sendt til allara Íslendinga sem bjuggu erlendis og þetta var til á mínu heimili og mikið spilað og opbóðslega einn af uppbóðsplötunum mínum og svo ég hlustaði mikið á þetta sko hún var ung af lög Tóta litla var með andlit allt í rökkum og hún gekk á krökkum eitt sinn upp hún stóð æpti dóttir góð sóttu mér að lesa sögur eða ljóð Tóta litla talta stað til að kaupa einn morgunblað þetta ómaði heima sko þetta var þegar maður var ég skildi ekki textan þá heldur að ég skildi ekki íslensku svo var mamma að hlusta á jazzplötur og hlusta á Julie London og svo lýsa þetta svona fyrsta tónlistin sem ég heyri og Beach Boys var mikið spilað hérna, ég var í Kaliforníu í útvarpinu og Bílarnir. Ekki hérna hjá fórspæðum eitthvað svona dibbi-dibbi-dim? Jú. Já. Ég held að ég hef nefnilega komið til bræðra minna, ég er yngstur sko og sagt að vera að heyra bílalag og söng þetta. Já. Þá var ég að rugglaði saman við bílana sem eru með eitthvað svona dibbi-dibbi eða dúi-dúi eitthvað. Ég greindi ekki munni, sko. Það er bara mjög gott. Já, en það var það greinir ekki á milli gott og gott. Það var tippi-tipp, það var hann var sjómaður dáða drengur og drabbar í heyrðu, býtu við, sko, nú brestum við í söngina. Já, þetta spilaði í útvarpinu linnulust. Hann var sjómaður dáða drengur og drabbar í eins og gengur Hann sildi í höfn Snæfellsdröpp þegar síldin hún sást ekki lengur. Dippi-dippi-dipp, dippi-dipp, dippi-dippi-dipp, dippi-dipp, dippi-dippi-dippi-dippi-dippi, dippi-dippi-dipp. Þetta ekki meina þetta? Jú, þetta var spilað linnulaust í... Þetta sungu þeir. Já. Þetta var í einu af sirpunum, sko. Þetta á sjómannasirpa. Já. Þetta var alltaf í útvarpinu. Ég man ekki það var til heima. Ég man eftir, sko, Ómar Ragnarssonar plöturnar voru til heima sem ég hlustaði út í eitt. Já. Það barust ekki til Kaliforníu. Nei, ég heyrði það miklu setna. Þetta var svona fyrsta tónlist sem ég heyrði. En pabbiðinn og mammaðinn eru íslenska? Já, þau eru bæði íslenska. Akkur töluðu ensku á heimilinu? Já, þau fluttu út. Þau ætluðu bara að flytja út og að þið eruðu Amerikanar? Já, þau fluttu út og eruðu Amerikanar. Þau fluttu út bara 46-7 bara eftir stríð og settust fyrst aðeins í Minneapolis, Minnesota og voru það til 56, ég fættist 56 og svo hálfu ári síðar þá fluttuðu til Kaliforníu. Hvað er í Kaliforníu? Við vorum mest í San Jose
og þar í kring og við vorum í Redwood City og San Jose og eitthvað vorum við í San Francisco, Ellis systir fætt þar í San Francisco 59 og já. En af hverju vildu þau Þau bara settust að pabbi var byggingatæknifræðingur svo hann hafði yfirumsjón með byggingar, hann byggði fangilsi og kirkjur og allt mögulegt. En af hverju vildu þau fara og verða Ameríkanar? Pabbi var svolítið ævintýramaður, hann vildi ferðast, hann hafði farið á sjó bara og siglt á stríðsárunum, 16 ára og sem unglingur og verið skotið niður einu sinni að tvisvar, svo mikil ævintýramaður og svo vildi hann bara sett stað í Bandaríkjunum og endaði ævina þar líka. En mamma flutti heim með okkur eftir að pabbi hann hvarf í Vietnam. Hann var að vinna þar sem verktaki fyrir herinn. Svo hættu ávísunar að koma og vissi ekki hvað hann var og mamma var ein með 4 börn og elsta Inger var þá gift og farin að heiman. Svo, og næsta, í Bandaríkjunum þá ekkert öryggisnet. Þá hún var bara að fara heim til Íslands eða bara lenda á göttunni. Bókstaflega. Svo hún bara fekk hjálp frá Íslendingar sem voru sem að þekktu til og fekk far með 2 elstu og fekk far með einhverju fraktskipi. Einar bróður og Pétur bróður fóru með fraktskipinu og ég og Ellin sem voru yngst fóru með mömmu og flugum heim. Þannig var þetta sko, og pabbi hvarf og hefur aldrei fundist? Nei, svo birtist hann aftur ári síðar eða eitthvað og kom heim til Íslands og var heima í 1 ár og svo fór hann bara aftur til Bandaríkjanna og var þar og dagaði uppi þar. Sko. En af hverju hvarf hann? Hann var bara einhver ævintýramennsku, hann var að byggja brýr og hann sagði við vorum að byggja brýr og flugvill á nóttinni sem að Vietcong sprengd á daginn, eða öfugt. Og svo var hann búinn að vera hann eitthvað þá fór hann að gera eitthvað annað ævintýri, hann fór eitthvað annað rugl. Hvað er ævintýramennska? Stundum getur það verið bara á fyllirí. Fyllirí, ekki? Já, hann var að gera eitthvað. En stundum það líka ævintýramennska einhvern veginn að vilja alltaf vera fara og já. Það er alltaf betra að fara en að vera. Já. En hann, Það sömur er svo bara friðlausir inn í sér einhvern veginn og alltaf með einhverja svona hugmyndir og líður umverulega vel í óreiðu og óttast að eitthvað verði settlað. Já, hann þetta. Var hann þannig? Ábyggja það. Hvað varstu gamall þegar þú sást hann síðast? Það sé ekki bara þegar hann fer 67, það sé ekki svona 12 ára 11-12 ára þegar ég sé hann síðast. Það var glataður aldur fyrir strák eða að missa pappa sinn þá. Já, en hann var svona ofvirkur, hann var ekkert mikið til staðar sko. Eins og við ætlumst til á pappum í dag sko. Þetta var svona, á þessum ára þá þóttur bara ekkert óeðlilegt við það þó pappi var ekki til staðar í þessu sjómannalandi. Sinnt ykkur ekki mikið? Nei, hann var að gera. Varstu ekkert varð við hann svona tilfinningarlega? Varstu varð við hann að hann elska þig? Hann er ábyggilega gert á sinn hátt. Þú varst ekki varð við það? Ég veit það ekki. Ég er ábyggilega eitthvað gallaður líka. Ég veit ekki hvernig maður fæðist einhvern veginn og er einhvern veginn og allir eru einhvern veginn og það held að allir sé að gera sitt besta. Þóttu við séum beigluð. Þóttu við séum svolítið beigluð. Ég held að við séum öll svolítið beigluð sko, en einstaklega sem þú hittum við fólk sem er ekki beiglað og það er unun að því og bara alltaf að reyna að segja hvað er beinagrindin þegar maður hittir svolítið fólk. En það er til fólk sem er ekki með beinagrind og er heilbrigt og drekkur ekki og er kátt og hjálpsamt og stundar sína vinnu og sína fjölskyldu og er bara fullkomið, finnst manni. Og hefur þú reykist á svona fólk? Já.
Stundum er sagt að þeir sem alast upp við svona einhver erfiðleika, alkohólism og svona, þeir sækja í þá sem eru með svipaðan bakgrunn. Já, þetta náttúrulega þekkt að Þú getur farið bara allir vini mínir alveg þá ég var 30, þetta voru allt saman börn alkohólista. Allar kærustundar mínar voru annarkvort sko börn alkohólista eða sko meðvirkar. Það er absolutt, það er mjög algengt að það er skartengi sem að passa saman hennar frá þessum brotnum heimilum. Það leitaði oft saman. Ég var mjög heppinn þannig að kona mín, Þórunn, sem ég kynnist þegar ég er 19 og við erum búin að vera saman síðan þá og hún kemur frá nefnilega svona góðu heimili með svona góðu fólki sem ég var að lýsa á það sko, sem var ekki minn eina beinagrindur. Svo hún passar ekkert að okkar skartengi passa alls engan veginn saman. Svo ég held hún hafi gert eitthvað af sér í fyrra lífi sem þurft að taka út núna með að hafa mig. En heldur hún sé hiss á þér? Hvernig þú fungerar? Nei, ég held hún... Hún sér í gegnum þig? Ég held hún sé bara eins og marga konur, sko. Það eru svo uppborlindar gagnvart karlmönnum, sko. Og heimskunni í karlmönnum oft á tíðum og býða þolinmóður eftir því að við sjáum ljósið, sko. Ertu líkur pabba þinn? Svona myndum og svona... Já, ég er mjög líkur á myndum. Þú sett með svona einhverja takta frá honum? Já, ábyggilega líka. Hefur það verið sagt við því að þú minnir fólk á pabba þinn? Já, það hefur sagt. Það er svolítið síðan allt fólki sem þetta er svo gamalt. Nú er ég orðinn elstur sem betur fyrst. En svona, sagan er svo að pabbiðinn sveik þig og fjölskylduna? Já, sjálf hann sér líka ekki satt. Jú, en hann sveik, það er sárindin sem sitt eftir í barninu, sko. Maður er komin vel á fullorðinsaldur þegar maður fattar að sá sem að sveik mann var líka svíkja sig. Já, þetta er, ég lít nú ekki á það þannig að hann hafi svikið, ég er ekki þannig, það er svona, tónninni því velst að maður sé sár og sáttur, en ég er það ekki, sko. Ég var það þegar ég var yngri, en ég get ekki, ég næ ekki þessar tilfinningar núna. Ég man eftir þessum tilfinningum að ég var ofsalega reiður og grátandi reiður, en ég get ekki sótt þessar tilfinningar og upplefa þær aftur, sko. Ég bara man eftir þeim, en það er eins og ég sé bara að horfa á í bíómynd, sko, eða mynd, þetta er eitthvað sem ég tengst lengur, sko, tilfinningarlega. Kannski ertu búin að gráta þetta frá þér bara? Kannski ertu búin að gráta þetta frá þér? Já, eða eitthvað, ég veit ekki. Það er bara líka að maður eldi, sko, áttum að sjá því að fólk er ekki sjálfrátt alltaf. Nei, og maður getur ekki náttúrulega verið ríkfullur maður með tilfinningar 12 ára dreng, sko. Jú, getur það alveg og það er margir, við erum mörg með litla barni með okkur og þess vegna höfum við okkur fullorði fólk oft barnalega. Já, ég hef sagt að sko að allir þessi drengir eru ennþá í manni, en maður bara passa sig á því að láta það ekki keyra bílinn, sko. Já. Helst að í aftursettinu og líði bara þokkalega og maður sér það og þannig að þeir verði ekki hræddir. Já. Þessi litlu drengir. Láta á vita. Það verður mjög óþekkir, þá verður það bara að fara í skottið, sko. Já, mjög gott. Láta á því að vita að þetta sé allt í lagi að fullorðni Gunnar Smári er með núna. Já, og þeir áttu líka góðan tíma, sko. Já. Þetta var ekki allt harmur. Nei. Og lífið er bara eins og það er, sko. Það er ég held að hverjum á einum, sko, upplifi ekki þó ég get ég sé sögur fólks, ég er svo heppinn að margir sem treysta mér og segja mér sögur sína og það kemur óvart venjulegt fólk sem við þekkjum sem ekki þekkt og mjög margir, sko, eiga sér alveg svakalega sögur og þegar maður heyri sögur þeirra, sko, þá falla allar varnir og maður verður ein eyru og auðmýktin blossar upp, sko, að þegar fólk er svona heiðarlegt og segir frá raunum sínum og sögum og þá áttar maður að sjá því að það eru langflestir með einhverja sögu sem er stórkostleg í mínum augum sögufólks, en kannski ekki í þeirra augum og eins og við erum kannski með stórkostlega sögu
líka sem að afvopnar fólk bara þegar maður segir þessu sögu en maður upplifir hana kannski ekki svona því maður upplifir það sjálfur en svo heyrir maður sögur annars fólks og maður verður alveg orðlaus stundum en svo kannski mín saga svona sláandi í eyrum í hugum annars fólks sem heyrir það en þú veist hvernig þetta maður þú upplifir kannski þína sögu ekkert svona rosaleg þó hún geti vistað fyrir allan heiminn. Já, það er nú eitt sem að gerist ef mann hlustar á annað fólk og þá rennur upp fyrir manni að það hefur kannski gert eitthvað eða, þú veist, og maður fyrirgefur því og svo einn daginn þá veldur maður fyrir þessu býtu, akkur get ég þá ekki fyrirgefið mér, sko. Já. Þú veist, hvað er það sem er svona sérstakt við mig að ég í að ganga með krossinn, sko. Að meðan að ég ætla engum öðrum það, sko. Já. Það er líka sem að er svona heilandi að hlusta á sögur annara. Já. Að maður æfi sig í því að hafa mildilegt dómsvald yfir öðrum sem að manni hætti til að hafa ekki við sjálfum sig. Þar vil maður hafa grimman dómara í stóran hamar. Já, en ég held að já, en svo er aldurinn sem færist yfir hann hjálpa mann líka, sko, ef maður er heppinn þá fyrir maður sætast við menn og með Guð, þá fyrir maður sætast við Guð og aðra menn, svo sagt er. Men menn er ekki eins miklu, sko, maður segir bara Já, maður fyrir líka, sko, maður fyrir að sæta sig við þetta á þann máta því maður fyrir að skilja meira líka að svona er þetta og ég breyti því ekkert en ég get breytt í hvernig mér líður. Ég get breytt heiminum, sko, ekki satt. Ég er með þessa sérstöka gáfu og hver og einn er með þessa sérstöka gáfu, hann getur breytt heiminum einni andar á. Og fólk finnst þetta ótrúlega, þetta er samt satt, en þess að heimurinn fyrir mig er það sem ég sé og ég ræð hvað ég sé. Perspektífi, sko. Hvað er ég að horfa? Þú veist, fullt glas eða hálftómt. Þú ert líka sjálfstæð veröld. Já, ég segi það. Og allt sem að þú veist af í heiminum er inn í þér. Já. Þannig að það er ekkert annað, sko. Þess vegna er sögur, þess vegna segir við, sko, ef að 10 manns sjá sama hlutin, þetta eru 10 ólíka sögur. Já. En maður verður samt að njóta heimsins, leyfa honum að koma til sín og maður getur ekki verið svona harðstjóri yfir þessum heimi og setja í mínum heimi verður alltaf sólskinn, allir glaðir, ekkert vesen. Maður lærir. Já, maður verður að leipa inn svolítið trega og svolítið blús. Ég spurði því hérna að það vorum að koma okkur fyrir hérna hvort það væri blúsari. Ég held að það veri svona, þú myndir ekki segja það. Til þess að vera blúsari þá þarf það að vera með þennan svona blús í brjóstinu. Ég myndi segja að ég væri svona sko, þessa tónlistar sem að kemur upp úr miðjum síðustu aldar, sko, aðalega Bítlarnir og Bítlarnir ríða á vaðið, ekki satt, þeir eru svona pioneers, þeir eru frumherjar og það er ennþá að vera að finna úr þessu sem þeir gerðu fyrir 50-60 ára síðan og ég myndi segja að ég sé þaðan, sko, en síðan myndi ég segja að flestir sem að garfa í þessa tónlist sem poptónlistin er, ef við köllum þetta poptónlist, rock og pop, þá ef þú ferð að rýna alveg í þetta, þá sérðu blúsinn. Því að blúsinn er amman í peysufötunum, sko, ekki satt. Þeir náttúrulega Bretarnir þetta er eins og var sagt Muddy Waters, the blues, hann var kallaður the blues had a baby and they called it rock and roll, ekki satt. Og rock and roll er náttúrulega það er bara Bítlarnir og poppið og allt þetta, sko, meira og minna. Svo lesaði blúsin er eins og rauður þráður í gegnum alla þessa tónlist okkar. Þetta er alþýðu tónlist, ef við myndum kalla það. Eða þessa tónlist sem var, sko, þetta er eiginlega búið tímabil núna. En þetta var 100 ár. Þetta var, sko, náttúrulega hefur alþýðu tónlist alltaf verið til. En hún er aldrei áður geta komist á blað. Hún er aldrei áður, frá þegar við byrjum að geta tekið upp fyrir 100 ár síðan, rúmlega 100 ára síðan, þá fyrst byrjaði tónlist að lifa
og breiðast út. Hún hefur alltaf breiðast út samt á einhvern förðulegur máta. Er það því að þú heyrir í þín fjölskylda? Íslendingar sungu blues líka, sko. Ég er ekkert að ég er að tala um bókstaflega. Þeir sungu bókstaflega nákvæmlega sama blues og svörtu menninni sungu og hvítu í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega ekki til betri fátækafólki sem var að syngja gospel kvartetnar eins og Golden Gate kvartett sem að sungu Guð og upp úr biblíunni mikið og svo bluegrass söngvarnir sem sungu líka fór syngja Guð. Þetta voru líka hérna á Íslandi nákvæmlega saman döð. Það var verið að syngja, það voru tregasöngvar sem eru rímnasöngvar. Þetta er ekkert annað en tregasöngvar. Ég hef selt hann yngra rauð, því sjaldan glaður, svon að vanta veraldar auð og vera drykkju maður. Þú veist, hvað er þetta annað en blues? Það er náttúrulega ekki til flottari blúsari heldur en Bóliómar. Akkurat, sko. Og fleiri, sko. En varðandi Bítlana, að því að þín fjölskylda er í Bandaríkjunum, það sem öll þessi tónlistarhefð er. Og þeir Bretarnir taka blúsinn og endurvinna svolítið, koma til Bandaríkjana. Akkurat. Og allir í Bandaríkjunum þetta er alveg eitthvað nýtt. Já. Og ég hef oft velt þessu fyrir mér að því að músíkin í Bandaríkjunum þegar Bítlandi koma var eiginlega bara frábær. Það voru náttúrulega Sam Cooke og fleiri og sem Bítlandi voru að hlusta á. Sem voru að hlusta á, sko. Og dýrkuðu. Já. Og ég hef verið alltaf með hvernig stóð á því að Bítlandir slá svona gegn í Bandaríkjunum. Og ég meina leiðilega kenningu um það. Já, hvað er með hana? Að það sko... Það er kúpudeilan, nei. Nei, þú ert með til dæmis Sam Cooke sem var náttúrulega ekki smáraði stjarna og bara gat allt, sko. Ray Charles og svo er bara það eru svartir listamenn að koma fram. Þegar Bítlandi koma, þá koma þeir, það sem er kallað í boxinu, The Great White Hope, sem kemur. Og menn verða svo feignir að geta hlusta næstu því þessar músík á svona... á þessum tíma er ennþá þannig að sko, það skiptir máli hvernig þú liti þegar plötusamningurinn er gerður og hvar þú spilaður og allt saman. Já, þetta verður ekkert eðlilegt geðviki í kringum komu Bítlana. Já. En áður en þeir komu, þá var sama geðvikin í gangi og nákvæmlega þetta sem þú að segja á eiginlega betur við þar. Og þú veist hvernig ég er að tala. Elvis. Já. Það var akkurat það, sko. Og það er búið að skrifa og tala mikið um það að hann var the great white hope, sko. Bítlandir aftur móti, sko, þá varstu komið til Evrópu. Og þeir alast upp í þessu skiffilbandi og þeir eru svolítið lausir við þessi suðuríkja rasisma sem ríkir í Bandaríkjunum sem er þessi öfgahægri rasismi sem er í gangi þar, white supremacy og svona. Þetta er óþekkt fyrir þá og þeir eru miklu auðveldar með umgangast fólk af öðrum kynstofnum eða hvað kalla þetta. En ef þeir eru ekki slagið í gegn í Bandaríkjunum, þá væri þeir ekki þetta númer sem þeir eru í dag. Þeir eru bara fjarað út í Bretlandi. Það er það að þeir slá í gegn í Bandaríkjunum sem gera það og bara... Ég veit ekkert um það. Gera það stærri en Jesú. Ég veit að þetta. Þá er þetta bara in bizarre world. Ég er að tala við sjónarótt. Ég veit ekkert um það. Ég veit ekkert um það. Ég bara óa svolítið við því, sko, að heyra þetta. Að Bítlandi hafi ekki getað verið. En Bítlandi voru náttúrulega bylting. En þú ert með útastætti. Það sem þú spila svolítið íslensku söngabókina sem er náttúrulega frekar þunn. Nei, ég er ekki sammálaðið það. En svo spilar amerísku söngabókina, alveg út og suður. Já, og það er ekki svo mikið... Og mexikanska. Já, ég sé það. Og spænska, og hvað meira, og evrópska ýmsu leyti, sko, og ameríska, já. En þú ert eiginlega, þar ertu með söngbókina fyrir Bítlana eiginlega. Það ertu með blúsinn og blúgrassið. Já, þetta er nú ekkert óðan og merkja, þetta er bara tónlist sem ég elst upp við, þegar ég segi elst upp við það, þegar það sem skeður er þegar hjá ungum mönnum sem eru uppteknir af gítarnum eins og við vorum strákanir þá, og þá hittust við
myndu við þessi samskip, við drögumst að, þú varst að tala um þetta áðan, sko, hvernig við drögumst að hvort öðru, sko, eftir hvaða áhuga mál við höfum, og þá voru við sem höfum miklu áhuga á gítar, við drógum saman og við keyptum plötur og svo fór maður bara niður í kjallar hjá Þorleif vini mínum og svo plötu settur fónin þar og svo satt maður bara og hlustaði á þessu plötu aftur og aftur, og meðan maður satt þá voru svo stóru vínilplötur, þá las maður aftan á plötualbúmunum og þar stóð, ég man eftir verða hlusta á Cream, Eric Clapton, þá var það var hérna I went down to the Crossroads með Cream, sko, það var Robert Johnson sem hafði skrifað það og svo fór maður niður í Fálka, hann var útsalaðar og hann búið að setja útsöluplötu voru mertar þannig að sett gat í gegnum eins og við gert við ónýtt vegabréf í dag eitt hotni, sko, þetta útsöluplata, þá voru 2 plötur þarna með þennan undarlega Robert Johnson sem var einhver svona, og svo settum maður þetta á fónum, þetta var óskiljanlegt þá, sko, fyrir mig, ég keypti þetta ekki strax, sko, löngu seinna og sérstaklega í dag þá ég alveg unun að þessu, ég hafði ekki unun að því þegar ég var unglingur að hlusta á þetta, ég bara skildi þetta ekki þá var þetta hérna I went down to the crossroads lay down on my knees og miklu hérna allt öðruvísi en þetta, sko, og í dag finnst mér þetta alveg yfirgengilega flott, ég get hlusta á þetta endaður, sko, en þegar Cream spilaði þetta var það maður sé getur þessu I went down to the crossroads left on my knees I went down to the crossroads lay down on my knees þeir færðu þetta í svona rockform, sko, og svo það er annað í húfi þarna þeir eru að fara að krossgötunum, hann náttúrulega er að hitta eiginlega bara djöfulinn þeir eru líklega bara að fara í partí, sko, það er stemmingin hjá þeim já. Svo þess að hérna ég man ekkert hvað við tala um núna einhver hérna við erum að tala um ræturinnar í tónlistinni þegar þú nefndi Bítlana, sko, að tala um að það er svo mikið áður en að kemur að þeim og Bretarnir alltaf þeir hafa alveg svakalega áhrif bara því þeir fjarlægðin þeirra við Bandaríkin og allan annan þessi erfiðleikar sem við erum að díla við í Bandaríkjunum í dag þetta eru 2 fylkingar í Bandaríkjunum sem enn að eigast við bara síðan þrælastríðið var í raun og veru. Þú þekkir þetta ábyggilega, þú getur talað um þetta miklu meira viti en ég. En þú ert að segja að þegar Bítlandi koma, þá er það eiginlega að geta Bandaríkjamenn hlusta á þessa músík án þess að þurfa að taka afstöðu í þessu, sko, menningarstríði sem að var ekki í boði ef þetta var Sam Cooke eða þetta var Ray Charles eða. Já, þeir, sko, ég man ekki hvort það voru Bítlarnir eða með þessi Elvis, þeir pökkuðu honum inn í eitthvað jólapappír og hann var eiginlega orðinn óþekkjanlegur. Eftir að búin að vera í herinn og byrjar að leika bara í Blue Hawaii eða eitthvað bíómyndum. Já. Það Bítlarnir, þeir koma bara svolítið óskemmtir hérna af þessum hérna hvað kallar maður þetta þessum sem Bandaríkjamenn eru svo litaðir af, sko, þessum hérna rasisma og þessar deilur hérna á milli svartra og hvítra sem bara sér stað þar og endalaust og einhver, ég veit ég er ekki að fara út í þetta núna, sko, en Bítlarnir einhvern veginn, þeir eru miklu rólegri og þeir koma á sjónarsviði, þá er heimurinn í svolítið volli, sko, það er Kúbastríðið Rússar að fara að reisa einhverja kjarnorku flugeldar eldflögar í Kúbu og það er heimurinn bara nötrast bara af ótta við næsta kjarnorkustyrjöld. Þá koma Bítlarnir og fara að gera djók og fólk fer að hlæja. She loves me, yeah. Já, og þeir kom til Bandaríkjanna og segja, hvernig komast þið til Ameríku?
og það segir Ringo, við fórum upp á Grænland, you go to Greenland and then you turn left. Þannig kemstu til Bandaríkjanna, skilur. Og fólk voru að hlæja og ég segi sko að svona fólk eins og Beatlarnir og Sam Cooke og Stevie Wonder, þetta eru sendiboðar. Tónlistin og tónlistin var er tungumálið. Þeir eru sendiboðar sem að koma til okkar og segja og minna okkur á lausnina. Stevie Wonder orðið rosa pólitískur. Ég fæ svona það sem hann að tala inn í kameru. Hann ætlar að fara í svona humanist orustu við Trump og félaga. Hann ætlar ekki að gefast upp. Nei, hefur ekki hlustað á Stevie Wonder. Svo langt síðan hann á pólitískur. Sko. Nei, hann bara að tala inn í kameru og bara... Hann búin að syngja. Skal finna fyrir lag. Ég held að hann hafi verið 13 ára þegar hann kom í Ed Sullivan. Já, það? Það ekki hægt að finna eiginlega, sko, það bara hann og Michael Jackson sem eru bara þessi ótrúlegu undrabödd, sko. Já. Hann svo fallegur, hans lög svo falleg. Þessir menn, Beatlarnir, þeir færa okkur nýja von. Og vonin sko, Beatlarnir vaksa með hverri plötu. Og þeir eru enda á því að koma út með var þetta ekki fyrsta heims útsendingin í sjónvarpið þegar þeir syngja All You Need Is Love fyrir einhverju 100 milljónir manna út allan heim. Einhverju 4 ungir menn, sko, ekki orðnir 30 sem búin að vera að spila í Hamborg, í St. Pauli. Breyttu þinni kynslóð. Breyttu þinni kynslóð. Þeir voru bylting þess tíma, sko. Byltingin liðin. Sko. Og þetta er sagfræði núna, sko. Ég ætla aðeins að skjóta inn með átökin sem voru í Bandaríkjunum, sem eru núna, ég meina við erum bara, þau hafa bara magnast upp. Ég heyrði eins og eftir honum hérna ekki Danny Glover, leikari. Jú, Danny Glover, já. Hann var að gera var að svona framleiða mynd og það átti að vera svartir leikarar. Og hann segir, við erum að leita að enskum svörtu manni til að leika þetta. Nú, okkur. Af því að það bara, við viljum ekki hafa þá reiði sem er í svörtum leikurum í Bandaríkjunum. Og þá það þannig að þetta er svo djúpt að það tekur marga kynslóður að losna við þetta. Og það var bara eitthvað svona stilling á sögunni sem átti að vera að bandarísku svörtu leikari hefði eyðilagt það með því að koma með óhjákvæmilega. Þetta er mjög gaman að heyra þetta. Þetta er akkurat það sem við vorum að segja Beatlar rétt á. Og Danny Glover er náttúrulega svartur bandaríkjamaður. Já, ég þekki hann. Ég veit hver hann er. En það er líka, sko, þú sér hvað er margir svartir artistar sem flytja til Evrópu. Já, blúsararnir og jazzararnir gera það, bara það fá verið í friði. Stan Getz sestaði í Kaupmannahöfn. Þeir breyta París bara. Já, þú finnur ennþá einhvern veginn sporið þeirra ennþá í París, sko. Já, þeir túra til Evrópu og þeir sé að fá allt annað viðmátt þar, þó þessi svartir. Þeir setjast bara að það. Þeir setjast að í, það var Quintet, hvað Deep River Boys, þeir setjast að í Svíþjóð og Finnlandi og syngja á sænsku. Bara til að fá að vera menn. Til að fá að vera menn. Já, þeir setjast bara að í Svíþjóð og Finnlandi. Vegna þess að það ekki komið fram við þá eins og menn í Bandaríkjunum. Nei. Svoleiðis að það er eitthvað, þetta er, og þetta eitur sem er í gangi hérna í Bandaríkjunum er að breiðast út heimi núna og núna er bókstaflega verið að ráðast á þetta gamla Evrópu. Það maður getur sagt ýmislegt þessa gamla Evrópu. En þó er meira mennska þar, þrátt fyrir allt eins og við verum að benda á. Danny Glover vildi fá enskan svartanleikara og Beatlarnir voru ekki með sömu þetta er bara í genunum á Bandaríkjunum og núna er þetta einhvern veginn að færast út, sko, og hann er að býta af sér þetta gamla Evrópu og bara losna við það af því að þetta hefur setur þessa hömlur á þetta yfirgang og þessa vitleysu sem er í gangi hjá Trump og hans fylgismönnum. Það sem stoppar og af er meðan hans gamla Evrópa. Af því að þetta er svo ungt ríki Bandaríkin. Þetta er bara 200 ára gamalt eða eitthvað.
Ekki koma úr úlingaherbygginu. Já, ég snar villu sér. Herðu, við vorum að tala um pappa þinn og þú sagði hann að það færi aftur til Bandaríkjanna og hvað sagður þau, fjarað út? Nei, hann bara hann dó þar, sko. Úr alkoholisma? Já, hann dó úr alkoholisma. Og hvað dó hann? Ég held að í Kaliforníu. Veistu ekki hvað hann er? Jú, hann var í norður Kaliforníu. Veistu hvað hann er? Það sem heitir Clear Lake. Veistu hvað hann er jarðaður? Já. Hefurðu farið á? Hann er jarðaður stað sem heitir Clear Lake. Já, ég farið þangað. Ég fór þangað 2016. Þá fór við í ferðalag þarna. Og hvað er erindi áttur á leiði föðunis? Ég var að leita því bara. Hann var í ómerktri gröf þá, sko, og við fundum það þá með aðstoð tengdadóttur minnar. Hún er verkfræðingur. Hún fann þetta þar einhvern veginn og svo stóð til að fara út og merkja gröfin og Ellen kláraði það. Og hún, það kom út mynd með henni í fyrra, svona heimildmynd Ellen og þá fer hún til Clear Lake og lætur gera legstein og setur á leiðars pappa. Ellen er yngri þú? Já. Það er mjög stutt á milli ykkar? Ja, 3 ár milli okkar. Hún er yngst af okkur 5 systkinum. Og það er lengra í næstu eða? Fyrir ekki? Er lengra í næstu? Nei, þetta er allt svona svipað. Allt er bara að gefa. Pétur bróðir er næstur, hann er 4 ár. Og síðan er 4 ár frá Péturi bróðir til Einars bróðis og síðan 3 ár frá Einari til Ingers. Inger var fædd 45. Hún lést 92 í bílslysi. Eins og við vitum flest. Já, þið viti allt mig. Bara út af laginu þínu, sko? Já, út af laginu. Já, ég held að við viti allir. Herðu, hvenær manstu fyrst eftir þér? Manstu það? Já, ég man svona glefsur, sko. Hvenær man ég fyrst eftir mér? Ég bara ekki klára og ég sé ekki bara svona 6-7 ára gamall eitthvað. Ég man ekki lengra aftur en það, held ég. Núna. Þegar þú ert að spyrja mig. Ég spyr alltaf þessu. Já. Þú ert með þeim svona hæðstu, bara að byrja 6, sko. Maður komið hérna sem held í fram að hann myndi eftir fæðingunni. Já, þú fæddist. Hann á metið í hináttina, sko. Þannig það er allar útgáfur af þessu. Já. Það stundum er fólk með svona skýra fyrstu minningu, einhver stíi, amma í bakgrunni. Jú, ég man sennilega... Því vorum að tala með við værum veraldir, þetta er náttúrulega mikilvægt, þetta er sköpunarsagan þegar það fyrst verður... Jú, ég man, þetta er ekki rétt hjá mér, ég man, núna þegar þú segir þetta, þá rífjast upp fyrir mér, sko, þegar ég var, allir ég hafi ekki verið, sko, þegar Pétur er að fara, sko, Pétur er 4 árum eldri ég er, svo hann er í skóla, allir ég sé ekki 4 ára, 3-4 ára. Ég man eftir því. Nei, ég er sennilega yngri. Að þegar Ellen er ekki fædd, sko. Það sé ekki bara 2-3 ára. Þannig að það eru 4 árum. Og ég man eftir hvað það var, sko. Ég er einn heima með mömmu. Þá er Ellen sennilega ekki fædd, sko. Það er 3 árum millikar, svo það hlýtur að verið. Og þeirri strákarnir eru farnir í Einar og Pétur er farin í skólan. Ég man þegar þeir fóru í skólan og voru úti í garði og svona, fylgjast með þeim. Og ég man að mamma sagði hún sagði eitthvað, ekki gera þetta, sagði hún eitthvað. Og ég sagði, hvað, getur sé ekki en veggi? Og hún sagði já. Og ég trúði því. Og ég man ég sat í glugganum og átti vinkonu sem var kónguló í marga daga. Ég man eftir þessu, sko. Ég sjá þetta til, sko. Ég þarf að tjekka hans betur á sig, það er að heyri bróður mínu, sko, sjá, þetta var nefnilega þegar við bjöggum á stað sem hét Redwood City, minnum mig. Ég ætli ekki verið svona 3-4 einhver starf þarna.
Já, ég man þetta, já, merkilegt, ég þarf að tjekka þessu. Var pappið mikið að vinna fyrir herinn eða? Fluttuðu svona út af því eða? Nei, hann var ekkert að vinna fyrir herinn, hann fór bara að vinna, hann lenti í kröggum, þeir lenti ykkur kröggum hann og mistu húsnæði og til þess að redda málunum þá, eftir 65, þá færa þessa svakalega fína vinnu að vera verktaki á hernum og opbóðslega vel borgað og fer hann út og að stýra þessar uppbyggingar á brúm og flugvelli hann út í Víetnam. En mamma þín, segðu mér frá henni fyrir utan það að hún sér í gegnum veggi. Mamma, hún kemur tónlistina og pabbi líka, þau elskuðu bæði tónlistina en sérstaklega mamma, hún hélt á okkur, hún þurfti eiginlega ekkert að halda það á okkur, þetta var henni svo eðlistamt að vera í kringu tónlist, hún elskaði tónlist og hlustaði mikið á það og hún spilaði svolítið á píónu líka og eftir, og svo var hún með þetta einstaka geðslag að þráttur hafa lent í þessum svakalegum hremmingum að koma heim 65 þegar vorum 43 ára með 4 börn, elsta 18 ára sem hann fór, eina bróður var bara heim í 1 ár svo fór hann bara út aftur hann var það gamall, hann verið til hann að lagast svo við endum 3 börn, mamma kemur heim úr þessu fullkomnu ameríska draumi, 2 bílar, station wagon sem hún var á, pabbi var á nýjum Mustang, Ford Mustang sem var sportbíl verkamannsins og 2 bílskúra, einbýlishús og heimavinnandi móðir og kemur svo heim með skotti á milli lappana og með 4 börn í blokk, 3 hæða blokk í Faxabraut 27 í Keflavík í bæjar íbúð, skilur. Þú veist, fátækra. Paradísamissir. Já, algjörlega. En aldrei fundum við fyrir því, börnin, og við þurftum að ferðast frá Menlo Park í Kaliforníu í 2 vikur í skutbíl til Pennsylvania og New York, þar sem vorum svo að fara til Bandaríkjanna. Þá þurftum við að keyra þvert yfir Bandaríkin með mömmu og eina bróði keyrði mest allir tíman og þetta var bara eins og ævintýraferð. Við áttum smá pening, við höfum selt allt sem við áttum og tróði restin í þessum bíl einhvern veginn. Allt var þetta bara eins og ævintýri. Aldrei var gremja og aldrei heyra hann að bölva pappa eða vera neitt sem ótrúlegt. Gjörsamlega ótrúlegt. Og við komum heim, þetta var bara allt eins og þetta ætti bara að vera svona og þetta var bara einhver ævintýri og samt upplifði aldrei eins og þetta var einhver gerfi gleði sem hún væri að reyna að halda uppi til að fela öllu fyrir okkur. Þó hún væri að reyna hlífa okkur við sannleikann, hún var að því. En þetta var bara eins og við vorum að tala með hann, sem fólk bara fætt svona. Hún var fætt svona að vera svona alltaf jákvæð og glöð og hún óleitaði svolítið upp í okkur. Arfurinn sem ég fæ frá henni þetta, tónlistin og þetta og þessa bjartsýni, þetta óendanlegu bjartsýni og gleði. En hennar svona lífsstraumur hrynur, hennar svona lífsstraumur hrynur, þegar þarna komið þá hún bara í áfalli stórkostlegu vanda í sínu lífi. Ég get ekki ímyndað mér hvað hún hefur farið í gegnum, en hún þurfti bara sennilega að bjarga henni og það er hann hvort synda að drukna, skilur. Hún fer bara að synda. Það er bros og vör. En þið voru ekki lengi í Keflavík, eða er þið ekki... Nei, við vorum í hálft ár þar. Svo ferðu í slömmið þá sendir amma eftir okkur. Amma og afi, þau voru velmegandi fólk í Reykjavík. Amma satt í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn og afi var verktaki. Stóð. Það átti verktaka fyrirtæki stórt. Þau voru stór í bænum. Foreldrar hennar?
Nei, foreldrar pappa. Já. Svo þau sjá skömmin í þessu að tengdadóttir þeirra þarna og mamma var ekkert að ætlast til neins að neinum sko, ætlaði að bjarga sér sjálf en nema hvað afi kemur bara næri okkur. Eftir allt ár og við erum hjá þeim á Freyjugötunni í húsinu. Já, amma tekur svakalega vel á mót okkur og mikil ást og þar elskunna mína sá og lá banaleguna þá krabbamein upp í Rúbi. En stjórnaði öllu. Stjórnaði af og öllum sínum, þau voru hæstaréttarlögmenn. Hún kallaði bara á þá og við kunnum ekki orðið í íslensku en við kunnum að segja gott, nammi. Guð minn góður, þau þurfa þá kallaði hann á elsta son sinn, Magga frænda sem var hæstaréttarlögmaður. Maggi, fara bara strax út í búðu, börnin verða að fá nammi eins og skot, núna! Já, þau gengdu henni. Svo við vorum þar í, held ég, eitt ár eða eitthvað, svo degi amma og afi bara þarna, afi deyr og svo deyr amma og pabbi kemur heim og þegar amma eftir að afi deyr og hann er fundinn aftur og hann er hann í 1 ár og svo er allt gerst upp og pabbi held ég að taki arfinn sinn og fer út til Parísar og eyður öllu þar og svo fer hann til Bandaríkjanna og við sýttum bara eftir hann með mömmu og hún byrjar að leiga fyrst á Þórsgötunni og svo endum við á Freyjugötunni, nei á Frakkastígnum, efst á Frakkastígnum. Neðst á Frakkastígnum? Efst. Efst, já, hjá Skólavörðuholtinu. Það hverfi er svona á þessum árum svona svolítið slömm. Norðurbæri, eða hvað heitir þetta? Þetta hétt Austurbæri það. Austurbæri þegar ekki? Þetta er viljun á Austurbærsskólan, ég gekk í Austurbærsskólan. Nei, við upplifum þetta ekki sem slömm, en það var mikil fátækt. Mikil fátækt? Fátækt var ekki óalgeng. Mikil niðurnýslu, Grettisgatan, Njálsgatan, mikið húsum í niðurnýslu? Ekki? 60 eitthvað, já. Það er kannski seinna. Þau er kannski ekki haldið við, ég bara kann ekki þá sögu alveg, sko. Ég upplifði þetta ekki þannig sem barn, sko. Kannski út af mömmu að því að við áttum ekki neitt og við upplifðum aldrei að við varum fátæk. Og ég held að það veri ekki óalgengt hjá Íslendingum að það var ekkit, en fólk hafði ekkit mikið á milli handana og allavega fólki sem ég umgekkst og krakkana, ég minni mátti eina buxur. Og eða rifnuð áttu bara að fara heim og þá var nákvæmlega konan sem var heima og hún saumaði buxuna með maður beið og svo fór maður aftur í skólan. Það er ekki þannig að á fátækum heimilu sé alltaf verið að ræða hvað vantar, að börnin er mjög fljóta að læra það að vera ekki að tala Fátækt er bara hugafar. Stundum. En það er líka að fátækabarnið það lærir að biðja ekki. Af því það veit að það getur ekki fengið. Ég var mjög snemma og við allir krakkarnir held ég, við vorum bara mjög snemma fórum að vinna og ég man að ég var bara eitthvað 12, 13, 14 ára því ég fann að borga sjálfur fyrir glerúið mín og svona og fór bara niður bæ einn og náði glerúið og gerði þetta bara sjálfur. Mamma vann 7 daga vikunar þá niður í, sko frá 9 til 6 alla daga í húsgöndahöllinni sem var þá á Laugavegi 28. Þá labbaði hún bara niður og samt var þetta mjög, það var einhver peningar afgang sko, hún þurfti hver einustu málamót þá þurfti hún að taka víxil upp á 5.000 krónur bara svona á endur saman og þegar mamma dó og við farið gegn dótina þá voru bara 10 skókassa full af víxlum sem búið að borga 5.000 krónur víxil bara til að ná endur saman frá þessum tíma sko, en þegar hún svo á síðustu árum ævisinnar þá hafði það mjög gott. Hún fékk hennar verkamannabústaðinir og hún eignaðist þannig litla íbúð og mjög huggulegum og góðum staði. Það verið í Torfufelli í Breiðholtinu. Uppgangur þar og átti vini í öllum uppgangnum, eldra fólki og hafði yndislega gott þar. Svo gott hverfi, Fellahverfið. Það er oft talað það, af því að það er svona öll blokkirnar eins og fólk haldi þetta að sé einhver hörmung, sko. En þú getur ekki fundið neitt sem ólst upp í þessu hverfi sem ekki talað vel það, sko. En hún bjóð þetta, það var ósvalega víkt, sko. Það var svolítið að, já. Þannig að hún kannski fekk ekki það sem hún var að óska eftir úr lífinu. Jú, ég held að það fengið það. Já. Hún kynntist svo manni, setnum
meira sem hún bjó með þess að hann dó og lést undan henni, Sveinn hét hann, og þau voru mjög ástfangin og lifðu yndislegu lífi. Mamma lifði yndislegu lífi eftir þetta, sko. Þetta var hennar, eins og ég segi, þetta var hennar geðvistlag. Hún tók þátt í leikhópi eldra borgara og var í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og alls konar dót. Ertu líkur henni? Já, ég held að sé svolítið líkur henni að einhverju leyti. Ég hef mörg góð gen frá henni. Þegar þið komuð, þá kunnur ekki íslensku? Nei. Það er náttúrulega kannski allt öðruvísi þá heldur en núna. Það er hellinga 12 ára strákur sem verið að koma til landsins og kunni ekki íslensku núna. Það var öðruvísi, ég var íslendingur, foreldrar mín voru íslensk. Og það var eiginlega ekkert annað í boði en að læra það. Og ég heiti Kristján Kristjánsson. Og ég lít út eins og íslendingur. Og var mjög spennandi íslendingur af því ég talaði bara ensku íslendingur. Ég var íslendingur sem heit Kristján Kristjánsson og átti íslensku foreldra, en ég talaði bara ensku sem var mjög aðlaðandi og skemmtilegt. Ég var svolítið spes bara. Ég var ekki svona útlendingur sem var litið niður á heldur bara meira, ég var svo spennandi. Við vorum spennandi útlendingar. En hvað heldur sem munurinn á íslenskunni þinni eða minni? Ég meina, íslenskan vel ekki móðmálið þitt? Nei, það er ekki. Nei. Þú ert með þetta í mergnum, ég beygi oft vitlaust. En orðaforði minn er mjög góður. En minni er ekki mjög gott, ég þarf að rýna og leita og stundum er þetta bara. En það er svona hvort að ég að vera 2N eða 1N og eitthvað svoleiðis? Nei, stafsendingin er mjög góð hjá mér. Og en ég það finnur ekki orðið? Jú, ég finn orðin ágætlega. Þýðurðu ennþá að hugsa fyrst ensku? Nei, ég hugsa já og nei, sko. Já og nei, sko. Þegar ég þarf að fara með alfabetið, stafróðina, þá fer ég alltaf með á ensku. Það er ströggla að gera það á íslensku. En þegar þið systkinið hittust, talið þið ensku? Nei. Jú, Einar bróðir. Einar býr... Hann hefur ekkert lært íslensku? Hann skilur íslensku, ég tala íslensku við hann og hann getur svarað. Nei, ég tala ensku, hann er kanni. Hann býr út í Colorado. En þú gætir talað við hann á íslensku og hann svarað á ensku? Já. Þannig það var eiginlega... Við gerum það oft. Við erum í póstsambandi og skrifumst á og skrifum oft á íslensku og þá hann skilur, hann er frá því að hann var barn, sko, þá var mamma og pappi sem er ennþá að tala saman á íslensku. En þegar ég fæðist og elst upp, þá var mamma og pappi að tala saman á ensku. Og tala saman á íslensku þegar eitthvað sem við áttum ekki að heyra. Það er sem áttu ekki að skilja. Já, svo þau fóru all in að vera Ameríkanar. Það gekk ekki eftir. Nei, það gekk ekki eftir. Herðu, en hverfið sem að Austurbærin, þú ert svolítið þaðan einhvern veginn. Ég maður tengir þig við það. Þú ert ennþá þekkir menn sem þú kynntist þar og þú ert svona einhvern veginn úr þessu hverfi. Já, þetta er hverfi mitt. Við köllum þetta, við erum nokkur sem köllum þetta frakkakverfið. Og það með þessi út í hljómsveit síðan, hvað hétu, frakkar. Sem þolluður í og það var allt fólk sem bjóð henni sem voru í hljómsveitinni sem bjóð þetta, þá var ég farin út. Ég fer út sko 77, þá var ég 21 og ég skil Þorleif henni eftir og hann fer í punkbandi Ego með Bubba og svo meira, svo var að hitta þetta sem hann gerir og já. En þú ferðu út 21 með konu? Já. Hvað til Svíþjóðar? Já, við fyrst förum við, það var ekkert plan, sko, við vorum ekkert að fara til Svíþjóð, við vorum bara að fara til Kaupmannahafnar sem var gamla höfuðborgin okkar. Og það var í Íslingum stærst og er ennþá held ég að fara svolítið til Kaupmannahafnar. Það er kannski minkar svolítið núna. Já, það er frekar þínkynslóð og kannski, ég veist að þau bara eiginlega fjara út. Já, ég held það. Þetta var ennþá fyrir mína kynslóð þetta gamla höfuðborgin. Og gott, stórt íslendingasamfélag. Já. Alls konar fólk að fara, hommannir að flýja, og bara fólk sem var ekki rými fyrir í þessu þurrkundulega, leiðilega samfélagi sem var hér. Já, og settst það í Kristjaníu og allavega, sko, já.
fólki okkar, við áttum góða vini sem að byggu í Kristjáni og heimsóttuðum ef við byggum hann úti. En við förum fyrst út til Kaupmannahafnar og eru þar, ég og bróður minn Pétur sem býr nú á Seyðisfirði og kona hans Þóra og Þórun kona mín, við förum hérna og ekki til að setja stað endilega og bara fara til Kaupmannahafnar. Ekkert plan. Og svo bara klára spenningarnir einhvern veginn og við förum yfir til Malmö. Og þegar við erum í Malmö og við þekkjum mann sem frændi konu frænd okkar. Hann býr í Lundi, Emil Karlsson heitir hann, frábær drengur, góður. Og við byrtumst bara hjá honum og böngum upp hjá honum. Hann aldrei séð okkur, við aldrei séð hann, og það ekki símar eða neitt hérna, við einhvern veginn höfum upp á hann. Og ég man ekki hvort við syngdum undan okkur neitt, en allavega böngum upp hjá hann, í minningunni þannig að við böngum upp á hann, hann opnar og við erum með fulla bóka einhver tolli og svona. Og þá við vorum velkomin hérna inn og það tók vel á mót okkur og hjálpa okkur að komast inn í lífið hérna í Lundi, sem var háskólabær og Og við erum bara allt í einu fann að búa hérna í Lundi, bara upp á þurru. Og fann að vinna með öllum öðrum aðkomumönnum, tína grjót úr flögum eða gulrætur eða sigurófur eða, þú veist. Og svo erum við bara allt í einu fann að búa hérna og svo hefur við bara von á barni skyndilega, ég og Þórun, og við fáum íbúð út á það. Svona, við erum ekki skólavalla. Það allir í skóla hann fullt af, Íslendingafélagi næststæðsta útlendingahópurinn hérna í Lundi. Stæðstu hópurinn eru Danir, en þeir eru allir búin að aðlagast og búa hérna meira og minna. Þeir búa hérna og vinna og svona. En Íslendingahópurinn er mikið hérna, fólk sem er að fara út að læra. Það 500 manna hópur hérna, í Lundi. Á þessum árum? Já, sem eru Íslendingar, það er Íslendingafélagið. Og við erum þarna og við endum á að vera hann í 13 ár og eignumst 2 börn hérna. Á hvað tímabili? 77 til 90. Og á þessu tímabili þá fer ég... Ég hef að vera neitt sumarna, ég man bara ekki hvaða sumar það var sko. Já. 78, 79, eitthvað starf í kringum það. Varst að læra? Þá var ég eitt sumar var að vinna þarna sem herbergisþerna á svona garðhóteli. Það er stúdentaíbúðir sem hafa verið breytt í hótel. Já. Já, við unnum öll þessi störf, konurnar unnu við það meðal annars á hótelum og svona þrífa, þessi störf sem að Svíar unnu ekki, við vorum að vinna þetta. En við Pétur sóttum með vinnu hjá garðyrkju búinu hjá þeim sem mikill á Skáni, sko. Það hjá bænum, að vinna í görðunum þar, sko. Og þá vorum við bara í að keyra traktor og gera alls konar meira. Og ég man þegar við sóttum með vinnuna, þá fórum við saman, ég og bróður minn, sem hann 4 árum eldri ég. Og þá erum við erum bara rúmlega 20 báðir. Og við komum með resumé, við komum með hvað við erum búin að gera í gegnum aðeins. Og við erum bara búin að gera allt. Við erum búin að vera á sjó, við erum búin að vera að vinna í sveitinni og sveitamenn. Pétur bróðir var hérna búfræðingur þá. 25 ára gamall og ég 21 þegar við erum sækis að vinna og við erum búin að vinna alveg opbáslega mikið hjá verktökum upp í byggja virkjanir upp í Arnarfirðinum og leggja gangstéttir og steypa ég veit ekki hvað og við erum ekki búin að vera í affermingum á höfn og vera á sjó og tóðurum og fiskibátum og þessi 2 ungu menn og maðurinn gafti þegar hann las yfir þetta en þess að Svíþjóð var eins og Ísland í dag. Við vorum bara tvítugt fólk í Svíþjóð þá voru bara unglingar sem hefðu aldrei gert neitt. Þeir voru bara alist upp og farið í skóla og svo voru bara sækja vinnu með eitthvað diplóma og svona. En þetta komu Íslendingar með mikla reynslu og hann trúði þessu varla. Hann sagði, hvernig getur verið, hann að líta á þess að þeir eru búin að vinna. Hvernig við byrjaðu 5 ára eða hvað er nei, við byrjum 14 ára og við vinna nýr á höfn. Hvernig má það vera? Þá segir Pétur við hann, sko, þú voru að það sem við erum svo fá í Íslandi, við þurfum að hlaupa í öll jobb. Og við fengum vinnuna på þessi. Og þetta var svo rosa fín vinna.
og skemmtilegt. Þannig ertu ungu maður Já. Í verkamannavinnu með litla fjölskyldu, barnalöðinni. Já. Sestur að í svona svolítið skrýtna bæ, svona eiginlega líklega uppbruna svona þjónusta við landbúnaðarsveitirnar en svo þetta háskólabær. Já. Og ekkert svo langt í Malmö sem á þessum árum var öðruvís en í dag. Það var eiginlega bara svona iðnaðarbær. Já, Malmö var ekkert sérstakt. Við fórum mjög oft Malmö eru miklu skemmtilegir í dag, sko. Já. Við fórum mjög oft til Kaupmannahafnar. Já. Þá tók maður bara lestina og tók svo ferjun yfir. Þá var engin brú náttúrulega. Við tókum ferjun yfir til Kaupmannahafnar. Og með ódýrt brennivín tilbaka? Já, ódýrt brennivín tilbaka og hérna... Það var þegar þú veist að segja að það væri tollurinn sem þú kostum með, það var þessast ódýrt brennivín frá Danmörku sem er fluttið Svíþjóð. Já, það var mjög strákar reglur í Svíþjóð. Það var svo finnar reglur þegar voru eins og Svíðarnir eru. Þú veist, þeir eru fyrstir með sætispeltin og ljós allan daginn og allir þessar öryggiskröfur langt á undan og öllum öðrum, svo við hefum mikið að þakka. 3 púnta sætispeltið sænskt uppfinning sem að uppfinningamæðurinn gaf. Hann gaf patentin svo allir heimur gæti notið þess. Það nú svolítið merkilegt. Og hérna, við fórum hérna og keyptum og Svíar fóru mikið yfir til Kaupmannahafnar og Danmörku og voru ógeðslega leiðilega fyllibittur drukku að því þeir mátti ekki drekka heima hjá sér svo þeir slepptu sér lausum þarna og það var ekki vinsælt hjá Dönum einhver æla á gangstéttinni, hún var sænsk. Já, akkurat já, þú manst þú eftir þessu líka já, það var bara, það er ekki fullur svíi í Kaupmannahafnar bara Svo ég sagði hérna, svo, þetta voru skemmtilegi tímar og ég fór að spila mikið þá, ég fór á skóla hérna, ég prófaði að fara í háskóla og ég sé ekki hvað að skeið þetta, ég fór í ég var alltaf að leita okkur tónlist. Ég sagði að það var einhver tónlistadæmi hérna, ég man ekki hvað þetta hét, musikvetenskap hérna, já þetta er eitthvað músík, ég fer í það og það var eitthvað að ég gæti nýtt mér, sumt að ég var eitthvað óskiljanlegt þvaður. Og svo fór ég í lýðháskóla, tónlistarlýðháskóla í 2 ár og það var meiriháttar. Og það besta við það að þú kynntist músiköndum úr þessu hverfi, úr þessu sem bjuggu hérna á Skáni. Og þá fór ég að spila með heimafólkinu og í hljómsveitum og þá byrjaði skólinn hjá mér. Hvenær eignaðistu fyrsta gítarinn? 11 ára. Það var rússnesku gítar. Ódýrasti gítar, það var rússneska búðin hérna á Hallveigarstíg. Mýr, þetta ekki. Og er það ekki hann ennþá? Nei, Mýr er komið á Hverfisgötu 105. Já, ok. Það var hérna... í félagi það held ég. Veistu hvað þetta er? Það er erfitt fyrir að vera menningar til Íslands og Rússlands í dag sem að við greinum. Já. En þarna var þetta að kaupa ballalækur og alls konar dót og ódýrasti gítar sem fekst í bænum var þetta og hann kostaði held ég man ekki hvað hann kostaði, 1000 krónur eða eitthvað og ég fundi svona gítar alveg eins að mér langaði að eigna svona gítar hann var svo lélugur að ég sleppti því bara og bóslega og vond þetta var eins og Moskvits, vestri Moskvits bílarnir sem voru alveg hræðilegir vondur hljómur eða? Ekkert, það er ekkert en ég lærði fyrstu gripin á þessu gítar Og ertu þá bara inn í herbygginu þínu að æfa þig eða hvað? Já, bara leiði ég fekk gítarinn þá bara fór ég inn í annan heim Þú ert góður gítarleikari eða ekki? Jú, ég held að sé ágætur gítarleikari. Þú ert svona plokkari eða það? Já, ég líka, ég ágætur gítarleikari, mörguleiti. Og hérna, ég datt strax inn í... En þú verður ekki svona góð gítarleikari nema að vera alltaf með þetta í fanginu? Eða allavega einhvern langan tíma? Já, ég var mikið, ég var bara með þráhyggju með gítarinn, alveg frá byrjun. Og dattið, þetta var svolítið líflína. Og það byrjaði eiginlega ég man eftir fyrsta skipti sem ég fekk þessar líflínur frá himnum eftir að mamma og pabbi mistu húsi þannig í fína millistjættahúsi og það áttu að flytja einhver svona fátækra einhver hálfpartin upp í sveit einhver staðar, einhver creek þetta eitthvað Lost Creek eða einhverjum svona white trailer trash við vorum bara white trailer trash og ég að fara í nýjan skóla fyrsta morgunin í gulu skólabílunum amerísku og ég sitt aftast í rútunni á Bömmer sko ég er 10 ára ég er 8 eða 9 ára 9 ára sinnilega
því að ég get séð það út af því hvenær lagið kemur út. Og sit ég hérna á Bömmmer, sko. Að fara að skipta skóla og fara inn í nýjan skóla og ég hrættur og líður hræðilega illa. Þá kastar Guð eða einhverjum æðri máttavöld kasta til mig líflínu sem svona. Svona. Kemur að því að útvarpið var alltaf í gangi í þessum bílum og ég tók líflínuna og það bjargaði lífi mínu. Það ekki mörg lög sem að byrja flottar að þetta. Nei, fyrst í gítarinn og allt, sko. Svoleiðis að, og síðan þá hefur þetta verið líflína mín og þetta, ég ekkert einhver svona sætur strákur og ég ekkert ljótur en ég ekkert svona, þú veist, ég get ekkert labbað inn bara út af hvað ég sætur. Þú sér að stelpunur ekki fyrir því gargandi af Nei, það aldrei, ég var aldrei kasta í því nærbuxum eins og Tom Jones. Nei, ég slapp alveg við það, sko. Ég var, svoleiðis að ég er ekkert ljótur, ég er ábyggilega sætur í augum einhverja, en ég er ekki svona típiskur, þú veist, ég get ekkert... Þú ert ekki Cliff Richard? Nei, eða einhver, sko, já. Svoleiðis að ég og ég stóð aldrei fyrir fram að spegilinn og var að taka út og ég var aldrei þar, sko. Ég var bara ég fór inn í gítarinn og hvarf inn í gítarinn. Ég var bara hérna. Og þar hef ég verið og það bjargaði lífið mínu og þetta var vegabreiðið mitt inn í félagslífið og samfélagið og í dag þá hefur þetta faratæki mitt sem hefur og verndar engilli minn sem gítarinn hefur gert að verkum að ég get verið á meðal manna. Þetta ekki hækja? Þú sagði vegabrif. Sagði það ekki? Það verndar-engilli minn. Verndar-engill. Já. Hækja getur verndar-engill. Þú ert óhugsandi án gítarsins? Já, mér finnst það mjög óþægilegt, sko. Ef ég á að syngja eitthvað lag ef ég mögulega get þá hengi gítarinn á mig. Og hef hann á mig, sko. Ég er það, sko. En ég meina, það skiptir ekki svo miklu máli. Og hérna... Já, þetta svo það hefur bjargað mér og fólk þykir vænt mig og hleypur mér inn á sig og ég fæ að vera með. Ég fæ að vera með út á þetta. Sko. En þú svolítið sérstakur svona kafli í tónlistarsögunni, þannig að það ekki eiginlega hægt að búa þetta til, sko. Þú þarft eiginlega að setja mannin hann í Ameríku fyrstu 11 árin, svo þetta að senda hann til Svíþjóð og til Lundar, láta hann vera að böska þar í einhvern langa tíma, það ekki hægt að búa, þessi skólir aldrei búin til. En þetta skólinn. Ég veit það, en ég menna, sérðu fyrir þér að viltu verða káká og þú búið til pensúmið sem að þetta verður aldrei búið til aftur. Nei, og búið til og ég var ekki, eins og ég segi, ég var styrtið mig aldrei fyrir fram að spegilinn og var að máta mig við frægðina eða meikið, skilur, og ég hef aldrei verið þarna í meikinu, sko, ég hef aldrei pælt í þessu. Ég hef aldrei pælt í þessu, ég hef bara pælt í því að liggja bara yfir þessu hérna. Hlusta aftur og aftur allan daginn vikum saman á sama lagið. Til þess að læra og mastera þetta, ég lá yfir þessu þegar ég var að böska. Ég hafði ekkert annað að gera og ég og þetta var ljúft og við vorum ekkert með þessar afvegaleiðandi hluti sem við erum með í dag sem internetið og allt sem því fylgir. Þá lastu bók eða spila á gítar.
En til að fá peninga út af börska, þá er sniður að vera einhvern veginn klár eða þú veist, að gera eitthvað sérstakt, vera með svona smá akrobatíu í þessu. Ef þú ert með þennan plokk-gítarstílina, þá er ég líklegur til þess að stoppa heldur og setja bara að spila eitthvað lag. Já, það sem ég spilaði, ég get bara spila fyrir það sem ég var að spila á göttunni, nákvæmlega. Já, það tók hvort að ég er pening til þess að gera það. Já, gáðu hvernig, ég getur lagt inn á mig bara. Það er eitt sem hefur breyst í dag hjá börskálanum í dag, sko, þeir eru með svona vísavél. Já, þeir eru með vísavél í símanum, en það eru einhverju örfáir eftir núna, þetta allt miklu minna þetta. En ég hitti einn, þegar ég var í Kaupmannahöfn, ekki til svo löngu síðan, þá hitti ég einn ungan sem var í alvöru börskar og spila á gítar og svona. Með ekkert playback heldur, bara gítar og söngur og það er þetta góðir. Ég var að spila mikið svona blues og ég lá yfir þessu í mörg ár. Og ég gerði þetta lífstíl. Ég var að gera nákvæmlega sama og þessi blúsar að gera. Ég vissi það ekki þá. Ég vissi það svo mörgum ára. Ég vissi eftir ég kom til Íslands og fór að spila þessa tónlist í útvarpinu. Við erum með útvarpsþætti þess að ég spila tónlist. Þá þurfti ég að leita mér að upplýsingum alltaf þessa blúsara. Og þá sagði þau voru að gera nákvæmlega saman ég. Þau voru böskerar. Þessi heimsfrægu sem endur að spila í Carnegie Hall og spila fyrir konungsfjölskyldunni í Bretlandi. Þeir voru að börska á götum úti. Jimmy Reed var einn af mínum uppáhalds blúsarum sem ég lá yfir honum og I'm going down, I'm going up, down, down, up, any way you want me, let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want, baby, what you want me to do. Þetta var ég að spila á götunni. Þetta elskaði fólk. Þetta er líka rosa gjöf, þú ert að labba eitthvað staðar og heyrir þetta. Já. En í dag er það líka bæði að það er að borga peningana, en svo er allir með í eiranu hérna. Já, þú veist, þá er þessi bara kallast í norðin bara trufluna því að ég er með að hlusta eitthvað. Ég er að spila á hinum þessu stöf, ég er að spila í ammælum og alls konar uppákomum í þorrablótum, ásatíðum, brúðkaupum og hérna, og þess fólk upp til hópa elskar shuffle bluesin, það er hérna. Alla konurna og kallarnir byrja strax að gúga með, sko. Stundum syngi bara eitthvað sem er dettur í hug, og stundum testa vel, stundum ekki. Það sé ég. Það var á föstudagsmorgni, snemma dags. Gunnar Smári hringdi og sagði, komdu strax. Jú, ég kom til hans. Við verðum að vera að standa saman í samstöðunni. Ó, já, 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 já. Og svo, há, 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 há. Og ég svaraði, há, 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 há. Svona, En þú varst bara að gera helling, bara að fara eitthvað furðulega leið, svo kemur allt inn hingað og bara, ég veist að fleiri en ég hafi hugsað bara, vá, hvað er nú þetta? Af því þetta var svo tilbúið eitthvað, sko. Já, ég var búinn að vera í 5 ár að þróa þetta og læra þetta. Já, og enginn hafði heyrt af því, sko, þannig að... Sko, þú, tónlist stefnur eins og shuffle, eins og bluesin sem ég var að spila. Þetta er lífstíll líka, sko. Þú ætlar að ná þessu vel, þessu grúfi og svona, þá er þetta lífstíll. Þú ætlar bæði að lifa þetta. En ég get ekki lært þetta í tónlistarskóla FIH? Jú, þú getur gert það. En til þess að vera sannfærandi, þá er ágætt að hafa lifað því líka, sko. Sérstaklega shufflein, held ég.
og svo ertu og reggi, og ég meina, ég man alltaf eftir því að þegar ég sá hérna Johnny Cash, ég sá hann live, þá Kákabandi fór út að spila á Midfín festival sem var jafnstórt og Roskilde þá, 92 eða 92-3 og þá var Johnny Cash að spila þar og ég fór og stettist fyrir fram á sviðið til þess að fylgjast með Johnny Cash og hann spilaði eitt sett, 40 mínútur, klukkutíma, ég man ekki hvað var, aleinn, staturinn upp á barstól og spilaði þetta. Walk the line, eitthvað sem hann syngur, sem bara hann getur. Og hann grúfi hjá hann var einhvern veginn svona, sko. Og ég hélt alltaf að þetta var óbúslega einfalt grúf, en ég get ekki eins og spilað núna. Þú heyrir, þetta er ekki að sama. En þetta er bara það er svona bassi sem er svona. Ef ég ætla að ná það samlega, þá þarf að liggja í þessu í nokkur ár. Þannig að Cash er ekki einfaldur. Það væri rangt að segja að fáir hafa gert jafn mikið úr jafn litlu eins og hann. Það væri ekki alveg satt. Já, nei, þetta er, hann er búin að master þetta. Já, hann er svo mínimalisti bara. Hann er búin að... Það er eitthvað geðveikt. Og þetta er einhver stíl sem er country stíl. Ég kann ekki, ég veit ekki hvað þetta er stíl, ég kalla bara Johnny Cash. Og ég verð fyrir opinberun þarna. Ég fatt allt í þetta einfalda sem ég hefði dissað hingað til. Þetta væri bara fárlega svo einfalt. Dung, 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 dung. Þetta er kannski nærði. I walk the line, I do-de-do, do-da-do-da-do-da-do, do-da-do-da, do-da-do-da, Er ekki nærið því? Jó, þetta er ekki alveg. En samt er þetta ekki alveg. Það er að liggja aðeins betur yfir þessu. Þá heyri hann spila þetta og hann spila þetta einn í klukkutíma, svona allan tíman, bara einn á kassagítar. Og ég fatt allt í þetta er beat, þetta er groove. Ég held að öll groove ætti að vera einhvern veginn svona. En látur sko, en þetta er bara svona. Þetta er grooveið. Og þetta var mikil fögnuður. Haldið þetta komin að því, þetta hljómar alltaf svolítið eins og svona járnbrautarlest að koma. Já. Í þessu lagi. Já. The trains coming, einhvern veginn svona, sko. Það er alltaf einhvern veginn. The Man in Black, sko. Og eftir þá var hann með hljómsýttir og konan hans, June Carter, var með og umbúsmaður hans var með sem var prestur. Og umbúsmaður okkur var með Kákabandinu og Denny Krag heitinn, sem er dáið núna. Hann var umbúsmaður hann úti. Og ég segi við Denny, mér langar svo að hitta Johnny Cash. Og Denny segi já, ég er þetta því, sann. Og svo náði hann ykkur, hann er búin að hitta ykkur. Og við komum bak við. Heppin af Denny Krag, hann er mjög góður í það að getur reddað þannig að ég geti hitt Johnny Cash. Hann er líklegur til að redda því, sko. Við vorum að spila hann líka, sko. Já, ég veit það, en ég var að segja að Denny Krag var svolítið... Hann var mjög flinkur í þessu. Hann var mjög flinkur í mannlegum samskiptum eins og þetta. Já. Og svo og svo þess að við förum allt band bak og hittum Johnny Cash og June Carter. Og hann var svo næs að hitta hann og kona. Þau voru svo... Ég held að þau hefði ekki átt að sjá að við vorum að spila hann líka. Því hún sagði, well, I really appreciate you guys coming over here. And if you're ever... Og hún sagði well, you boys, if you're ever passing through Tennessee, eða hvað þau voru, sko, you be sure to come on over and look us up. Og þau voru svona. Svona tala allir þau, sko. Og Johnny Cash. Já. Hefur heyrt eitthvað tala illa Johnny Cash? Og ég hitti Chris Kristofferson, ég var hitt upp fyrir hann einhvern tíma og hann bilaði gítarna sem hann með var ónund og ég reddaði hann kvöld. Þegar hann var hérna? Já. Já, það var sagt á þá tónleika hann hafi aldrei náð að stilla gítarinn. Nei, það var því að gítarinn var ónýttur. Það var ónýttur gítarinn. Hann fekk nýjan Gibson gítar sem átti eftir að ganga frá. Já. Og hann veist ekkert gítar, sko, svolítið hvers skipti sem hann ítti niður á strengina þá átti hann ítaði bara 10 centimetrar liður á við og þá afstilti strenginin allan og þetta var óskiljanlegt svo ég skoðaði gítarinn eftir og hann spilaði ábyggilega í 2 tíma eða eitthvað
og þá sá ég gítarinn ónýtur, þetta var fyrsta giggið hans og nátt eftir að fara í túr. Ég fór nóttina með honum og konunars til gítarsmiðs, Eggert Már Marjónssonar og Eggert lagaði gítarinn fyrir hann og hann spurði hvað kostaði ekki neitt það, ég fæ bara mynd með þér, stokk myndir og þá kynntist hann aðeins og hann sagði mér frá Johnny Cash sko, að því hann var mikið með honum, þeir voru góði vinir, þeir voru í hljómsveit saman. Highwaymen eða eitthvað, hvað heit það? Ég man ekki eitthvað sluss. Já, eitthvað sluss. Outlaws eða eitthvað. Já, eitthvað sluss. Og þá talaði hann Johnny og sagði, sko, Johnny þeir voru þá allir á lífi þá. Hann hefði verið trítað aðdándur sinni þessu fjölskyldu. Já. Alltaf. Hann trýtaði það svo vel, hann gaf sér alltaf tíma til að tala við alla, bæði hann og June, sko. Þau voru alltaf reiðubúin til þess að spjalla og það var ekkert svona yfirborðskennt eða, þú veist, það var mjög einlægt og það var umtalað. Já, en Cass er náttúrulega merkilegur, 92 hann á kannski, það hefur kannski verið flokkað sem svona ekki hans allra besti tími, enduruppkvötunin stutt í hana. Já. En hann hefur komin út úr þessu svona kristna tímabili. Já, hann er með prest með sér. Já. Sem var umbúrsmaður. Hann alltaf fór og ferðaðist með Billy Graham Já, á þeim tíma, já. Nei, alltaf ekki verið svona snemma. Já. Svo var hann alltaf með svo stórkostlegu sjónvarpsþætti þessum að skoður það hverjir spila í þáttunum hans og þá sér maður að hvað þetta er rausnarlegu maður. Já. Því hann er að Joni Mitchell, þessi fyrsta skipti sem kemur fram í sjónvarpi. Já. Það er alls konar svona í þessum kringum Johnny Cash, sko. Já, hann var svolítið, hann var einn af þessum sem við tölum sko áðan, sko, með þetta furðulega geðsla. Hann fæðist einhvern veginn með þetta að vera, hann er ekkit, fer ekki hann mismunar ekki fólki svo mikið. En hann var alki, fór í það. Já, hann var það. Fjall svo út af í svona læknadóp eftir eitthvað, hann hafi farið í eitthvað aðgerð eða eitthvað. Já. Átti svona, eitthvað staðar svona nálægt þessu 92 tíma, ég veit ekki fyrir eða eftir. Já, ég held að hann hafi verið straight þar, sko. Já, ég held að það verið kannski seinna sem hann fellur. Já, þau voru bara góðu fíling. En hann syngur sjálf og sagt, þú veist, I Walk the Line og svo sagður líka Men in Black sem sem hann er að fjalla sjálf sig. Já. Það er svolítið í countryinu að þú verður að fjalla sjálf þig. Þú getur ekki bara samið eitthvað einhvern annan. Nei. Þetta verður að vera sönn saga. Já. Og þú nefndir Chris Kristofferson sem á snemma á ferlinni sínum, hann er ótrúlega lög sem semur bara hvert, það er bara eitt besta break-up-sag sem til það er besta timburmannalag sem til Chris Kristofferson. Já. En Tell Me Lord. Og svo á hann alls konar. Nei, Sunday morning, svo Tell Me Lord, sko hann. Það fer í skiltuna sem er síður skítug. Já, hann sagði mér, Tell me, Lord, what have I ever done? Hann sagði, Kristoffer sagði mér sjálfur svo þess að Johnny Cash hafði ótt verið að stríða honum og sagt við hann, the Lord's probably singing, Tell me, Chris, what have I ever done? En hann semur hann og þetta er allt byggt á hans, Já, hann verður fyrir andri vakningunni í þingunni líka. En sem skrifar þetta lag Tell Me Lord og vinir hans fara, hann átti erfið með drikkjuna og vinir hans fara með hann í messu og hann verður fyrir andri vakningunni og skrifar þetta lag Tell Me Lord, what have I ever done to deserve evil. En þessi hefði í countryinu að þú verður að syngja þú veist, þú getur ekki bara sungið almennt ástarsorg eins og kannski Bítlandi gera, þú verður að syngja þína. Og þú veist, þetta verður að vera satt. Að sumileit er þetta í rappinu líka og sumileit er þetta í blúsnum. Þú varst að tala það áðan. Að þú nærður þess ekki eiginlega fyrir en þetta er orðið sko þín saga. Já. En hvar er þú í þessu? Ert þú alltaf að... Ég er alltaf hérna. Þannig að þú getur ekki annað... Ég er eitthvað af fólkinu mínu eða eitthvað vinir eða eitthvað. Þannig að þú getur ekki annað en sagt bara þína sögu. Já, og það sé ég sé. Manstu við tölum þennan heim sem við sjáum. Já. En þetta er svolítið sérstakt við þetta er í sumum tónlistagreinum, þar sem þetta verður að vera þín eigin saga. Af því að
Já, ég meina það erfitt að vera sannfærandi öðruvísi, sko. Þá maður orðinn leikari. Það náttúrulega stór hluti af tónlistarsögunni þar. Já, það Dylan ekki alltaf að segja sína sögu. Og meira þess að þegar hann semur, sko, fáir betri í því að semja svona ljúfsár ástarljóð. Heldur þetta sé allt saman byggt á hans? Hann mjög oft að syngja sig, sko. Mjög oft, já. Og sína reynslu og hann auðvitað að syngja náttúrulega það sem hann sér. Já, það svolítið öðruvísi að sækja bara í þína reynslu, að nota það eins og að listamenn gera, eða hvort að þú byggir þetta á einhverju svona tilteknu. Auðvitað hefur verið bent á ýmis lög Dylan þetta sé Söru og þetta sé hitt og þetta. Já, Joan Baez og Just Like a Woman og svona, já, mitt. En eins og Lady Lay, ég meina, heldur að sé eitthvað, það bara, hann bara að yrkja inn í eitthvað bragform. Hlustaruðu mikið á Dylan? Já, ég geri það nú. Ég mjög gaman á hann. Ég svo ánægður með að hann skyldi fá Nóbelsverðlaun. Já. Fyrir mig og Íslendinga held ég marga, það bara 2 Nóbelsverðlaun hafa, það Laxness og Dylan. Fyrir svona viklinga eins og mig. Svona, fyrir svona, ég ætla að ná í hérna. Þá ég að mala eitthvað því að hátalarinn ræður ekki það sem út að tala. Það var Cohen sagði þegar Dylan fekk Nóbelinn að þetta væri svona svipað og að hengja skilti á Mount Everest og segja þessi hæsta fjallið. Það skiptir engu máli fyrir fjallið, sko. Nei. Sagði Cohen það, fallega sagt hann. Hann hefði átt að fá þetta líka. Já. Kannski frekar. Hann talar mjög vel alltaf Dylan. Ég man ekki eftir að hafa heyrt Dylan segi eitthvað Nei. Dylan segir voða fátt, sko. Já, kannski, ég hef heyrt hann tala, ég hef heyrt fólk tala það sem hann hefur sagt og það bara fallegt. Hann hefur talað vel músíkanta sem hafa verið með honum og allavega. Ég var að spila með einum daginn, ég var í fyrra, þá fórum við nokkri félagar til Nashville og Jón Jónsson og Múki og Gaukur, Þorleifur Gaukur, munnurpuleikari og stílgitarleikari, hann að spila, veistu hvað það er? Nei. Hann í Kaliá. Já. Ég þarf ofta að fá bæði nafn og mynd, sko, til að kveika. Já, hann með sítt rautt hár. Skjalasafn ekki alveg gott í mér. Já, hann býr hérna út í Nashville og við fórum og heimsóttum hann með 3 lög í farteskinu til að taka upp og hann lænaði upp hann þekkir alla hann í Nashville og hann lænaði upp sessjónmönnum, hljóðfæraleikurum, atvinnum hljóðfæraleikurum sem að vinna við þetta í Nashville. Nashville ein mesta músíkborg í heiminum. Hvað var það? Alls konar tónlist. Og býr fullt af tónlistamönnum búa breskum, allavega fólk, sko. Steve Winwood býr þarna og á hús þarna og breski og tónlistar aðallinn. Og svo lesaði og við fórum út til þess að taka upp og þá var einn af þeim sem að 2 reyndar sem að spila með eitthvað, ég kynntist öðru en meira, annars sem var að spila á hljómborð og flautu og eitthvað, eitt sem spila á bassa. Þeir höfðu túrað með Elvis Costello og gert með hann 2 plötur og svo og þeir voru svona svipum aldrei og ég. Ég held ég jafngamlir og annar heitir Jeff Taylor, hann sem spilaði og við bonduðum saman og kjöftuðum saman. Hann fyrir að segja við mig, já, ég var að taka plötu með Dylan fyrir nokkrum ára síðan. Já, segi ég, sem var mjög surrealist. Já, þá var ég var svolítið hræddur að fara að hitta hana því að ég er búin að heyra sögur á hann og hann bara afgreiddi með þessi gengur ekki, bara, og svo var hann bara rekinn daginn eftir, svo spennir ráðnir og svo bara, látið bara fara og leið eða eitthvað svolítið. Og ég kem hérna og átti að vera hérna í nokkra daga og hann býr í Nashville, Jeff, sko, hann þurfti að ferðast eitthvað, hvort hann var í New York að taka upp eitthvað. Og ég er búin að við 3 daga eins og stilstóð, þá baðum að vera lengur og ég er búin að vera í viku og alltaf þurfti að fara heim og sann, hvort ég geti verið aðeins lengur og svo ég er búin að vera í 10 daga og var ég bara að fara. Þá sagði hann, ég getur ekki verið lengur, nei, nú verð ég bara að fara. Þetta voru menninni sem við vorum að spila með og þá talaði hann sko,
hvað Dylan hefði verið hlýr og næs í viðmóti. En sjálfur var hafði hann ekki hitt hann áður og var með þessa ótta við þennan óútreiknarlega mann sem hann gæti bara allt innu rekið upp og þurru. Hann komið sér upp einhverjum vörnum, sko, það var ekki eðlilegt hvað margir ætlu að fá bita þessu manni, hann er... Já, og fá hann til þess að vera einhvers konar málpípa fyrir sig og alla hana, sko. Bruce Springsteen sagði, hafi hitt hann held ég svona 71 eða eitthvað svolítið, þegar Springsteen er svona eiginlega að byrja og hann er eitthvað að spila fyrir Bob og þá segir Bob Dylan eitthvað svona, ertu ekki træddur að klára öll orðin? Það var ráðið sem hann hafði til hans. Að fækka aðeins orðunum og svona brýna textana aðeins. Já. Þetta væri ekkit endilega keppni því hver geti verið með sko stærstu orðin. Magn og gæði. Já. Og þetta er náttúrulega hafði mótandi áhrif á Bruce Springsteen. Það er gaman að heyra, mjög gaman að hlusta á hann Bruce Springsteen við tölum. Já. Mjög skemmtilegur, finnst það ekki? Já, gaman að hlusta á hann tala. En ég dróði talið að Dylana því hann var með útastætti þessu. Já, hann var með mjög skemmtilega útastætti. Hefur ekki hlustað á það? Jú, ég hef hlustað á það, alveg frábæri þettir. Þar það, hann er bara eis upp úr þessari söngbók. Já. Og ég hef heyrt menn segja frá því sem hafa spilað með honum, að hann kunni bara eiginlega öll lög. Það er allt sem hefur verið gert inn í honum, sko. Já. Því að það komið mjög óvart, því ég held hann væri einhvern veginn allt öðruvísi. Nei, hann er með hann klísturheila. Og það er bara alveg sama hvar þú ert í bluegrass eða þarna færir aðeins til eitthvað, hann er bara allstaðar heima. Já. Þannig hann hefur fullkomið vald yfir þessu. Já, og tekur bara svona sýnist líka. Algjörlega og gerir það sínu. Já, gerir það bara sínu. Já, hann er magnað, hann skulle ennþá vera að spila, hann er bara á einhverjum eilíða túr. Já. Búin að vera núna í 41 held ég, hann er að verða 85. Já, hann er ennþá að spila og hann er með þetta frábæra band. Og spilar alveg kvöld eftir kvöld. Hann spilar ekki öll kvöld eins og hann gerði lengi vel. Nei. En kannski 4-5 kvöld í viku. Já. 85 ára gamall. Já. Myndirðu vilja hafa þrekið það þegar þú er 85? Nei, ég er ekki þarna. Ég er ekki þessi Nóbelsverðlaunahafi. Ég er aðeins latari. Ég vil hafa frekar fjölskyldulíf. Ég á yndislega fjölskyldu og börn sem ég á mikið samneyti við, börn og konu og fólki mitt allt og barnabörnin. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Og ég er bara mjög sáttur við hlutin eins og þeir eru. Það er ekkert, ég er bara kominn, sko. Búin að meika það. En að þið vorum að tala um að verða gamall, en heldurðu það sem þú semur eftir 15 ár, það er eitthvað annað en þú ætti að gera í dag? Ég er með efni núna sem ég er að vinna og sem ég er mjög spenntur fyrir og nú get ég farið bara að láta koma hluti sem ég þarf ekkert að pæli í hvað sín og rest eða neitt, ég bara gera það sem sýnist. En ég spila alltaf lögin mín, sko, því að ég fór að sjá það er oft menn hafa áhyggjur að vera alltaf að spila sömu lögin, ég spila Vegbúan alltaf reglulega og ég elska að spila það ennþá. Það er ekki, mér leiðist ekki að spila það. Fólk leiðist ekki að heyra það, vill heyra þetta lag. Og það verður eiginlega svolítið, fólki finnst það bara ekki skemmtilegt ef ég spila það ekki. Þeir finnst þau að vera sviknir. Hvað heldur þú að hafi spilað oft? 1000 sinnum, 10.000 sinnum, ég veit það ekki. Ég veit það bara ekki. Og er það alltaf... Ég er búin að spila það í 30 ár, í rúmlega 30 ár. Gætur þú spilað það núna og þú þurfa að vera búið, þá mundur ekki eftir því að hafa spilað það, því að það bara gerir það allt á autopilot. Eða eftir að spila það í hvert skipti eins og það sé eiginlega nýtt. Já, ég vanda mig alltaf og það er, sko, lagið er, sko, það er smá lagið tekur mig svo ég þarf ekki að hafa áhyggjur að ég þurfa að gera neitt. Þú færð aldrei að gleyma
á stjá. Þú átt hvergi heima nema veginum á. Vegabúi, sestu mér hjá, segðu mér sögu, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Svo Þetta var magnað því að maður ferðast sko. Já. Þú ert að hlusta á þetta. Áðan var ég að segja þarna með Krím að þeir var bara leiðin í partí sko. Já. Og þá var ég kannski bara leiðin í partí ekkert þegar ég heyrði það. En núna þegar þú spilar þetta er náttúrulega blúsa sko. Og þegar maður hlustar á þetta og finnst þetta sko eiga eitthvað sko sérstaklega leið að manni. Já. Að þá hefur manni liðið svona sko. Já. Þannig að þegar ég situr og hlusta á þetta þá er ég allt í einu komin í þessa tilfinningu. Já, þú átt þetta lag. Algjörlega, ég fatt það bara þegar ég hlusta á þetta. Ég passaði upp á lögin fyrir þig og tekur stefgjöldin og allt það, en þú átt þetta lag. Þannig er það sko. Og ég passa vel upp á lagi sko, það fari ekki í ykkur vitleysu. Og ég spilaði mjög vandlega sko, af því sem betur fer. Þú var með tilfinningar fólksins sem eru þarna úti. Nei, ég er ekki einhverjum tilfinningar, ég er meira svona, ég er að vinna. Ég þarf að vanda mig að því að ég er að spila sem heitir Sexundir, ég er að spila laglínu svona. Ég þarf að vera vakandi yfir þessu, hvað ég er að gera með fingurnar. Þú ég sé búin að geta 1000 sinnum, þá þarf ég. Og svo þegar ég syng það, þá beiti ég röddina á hverjum máta sem ég þarf að hugsa um. Ég færð aldrei að gleyma, þannig ég gleymi, ég færð aldrei að gleyma, þannig ég gleymi mér í vinnunni, skilur. Þannig ég þarf ekki að búa til eitthvað, þetta er svona viðkvæmt, ég þarf að búa til eitthvað tilfinning, ég þarf ekki að hugsa um það, af því að ég er bara að hugsa um að vera með fingurnar á réttu stað og beita röddinni eins og ég er að beita hana, og það er æðislegt, af því að gera það verk og ég fæ aldrei leið á laginu, af því að ég þarf að hafa fyrir því hver skipti. Þú finnur viðbröðin hjá þeim sem átt að spila fyrir? Það vilja allir heyra þetta lag og elska þetta lag og þekkja þetta lag. Og þú finnur það þegar þú ert að spila það? Já, fólk syngur það, kann það utan af. Við höfum að tala um Chris og Kass og... Já, ég var í name dropping hérna, segja frá allir vinum mínum. Magnús Eiríksson dóum daginn. Já. Þið spiluðu mikið saman? Já, við bræður í spilumennskins og eins og Pálmi og ég og Maggi, við vorum allir saman í ferðalaginu, við vorum samferða félagarnir allir og hann er farin í annað ferðalag núna, hittum svo seinna en hann skilur mikið eftir sig og mér finnst svo gaman að sjá viðbrögð þjóðarinnar ég hélt lengi vel að ég var eini sem ég er alltaf búin að vita í 40 ár sko að Maggi er bestur og hann hefur ekki þurft að reisa sér einhvern monument af ótta við að það muni gleymast. Hann er búin að gera það í lögun sínum og hann har aldrei þurft að hæpa lögin sín upp og sagt þetta er besta platan sem ég hef nokkuð tíma gert. Ég meina bara fárhald að hugsa sér að Maggi myndi nokkuð tíma að tala svona og þess vegna er hann elskaður fyrir auðmýktina, fyrir einlægnina, fyrir dýftina. Hann er mjög vel lesinn, Maggi. Hann las alla bækur og hann var með svona stálminnugur líka. Og ég meina að spila hans lög eru svo mikið stór að enginn af okkur sem kemur með tærnar þar sem hann er með hælana. Enginn. Það er margir sem er að reyna að gera svo ódöðlega en nokkrir, einhverjir. En þeir geta gleymt því, en sem Maggi er búinn að því. Eftir 100 ár þá er það sá sem er mest þekktur og mest spilaðir. Sorry félagar allir, en það er Magnús Eiríksson. Það eru ekki bara laglínunar og þetta hversu auðveldan við þetta eru líka textarnir og þeir komið það fellur saman. Já, hann er ljóðskáld
og bæði lögin og lýrikin hjá honum jafn sterk, sko, sem mjög óvenjulegt. Hvað hann velur að fjalla líka? Það sem velur að fjalla það var magna og hvernig hann orðar hlutina. Hann skáld og hann það engin, við þurfum ekki, og ég svo glaður að sjá að því ég vissi ekki að því að Magga fór svo lítið fyrir Magga sjálfan, sko. Hann var svo lítið að hæpa sjálfan sig og sem var eitt af því sem svo aðdáðanarvert við hann. Og svo gaman að sjá viðbrögð þjóðarinnar. Og ég sagði yes, við erum sammála. Ég var svo glaður að sjá þá að ég held að ég væri stundum, svo fannst mér eins og það væri ekki allir með þetta á hreinu. Það allir með þetta á hreinu, hver maðurinn, og það Maggi. Já, þetta var mjög fallegt fyrir þess að maður tekur bara kannski eins og RÚV, að ég held að það hafi verið bara 8 mínútna frétt eða eitthvað í kvöldfréttunum. Mér finnst RÚV standa sig ógeðslega vel. Já. Og svo bara setja þeir tónleika á dagskrá. Það var alltaf, tónleikunum voru ákveðni áður. Þetta kom bara svona saman. En ég meina, þess að fréttin sem að var inni, þú veist að, því að það er svona hluti af því sem að ég til dæmis stáðist að Mogga Matthíasar Jóhannesen, ég kallaði þetta því ég var alltaf í svona götublöðum, svolítið svona. Þá var ég alltaf að benda á það að við erum líka að kunna þetta sem að sko að finna til með þjóðinni á einhverju svona tímapunktum. Og mér fannst þarna þegar Magnús Steyr, að allt í einu þá fannst mér þetta vera mjög vel gert hjá RÚV og víðar sem að maður skynjaði, sko. Já, þjóðin, ég elska þjóðina mín núna. Þegar ég svo gladur að hvað við erum sammála núna. Ég svo gladur að þjóðin átti sig á þessu. Og hefur alla tíma vitað þetta og þó hefur ekki verið að básund út. Þjóðin hefur Magnús hefur kennt þjóðinni svolítið auðmýkt og svona líka. Fólk auðmýkt en svona við sögnum Magga en hann lifir áfram í lögunum sínum. Þið spiluðu mikið saman? Við spiluðum mikið saman. Við gáðum þið líka út svona coverplötu? Við gáðum út hérna, jú, það var allt. Svona self-portrait-plötu? Við gáðum út svolítið mjög furðulega plötur sem mér fannst. Maggi var fæddur 45, svo 11 árum eldri ég var og hann var alltaf að tala mörg ár, sko. Þá talaði hann að þurftum að gera svona rútubíla plötu, söngva Ó María með langar heim og eitthvað þessu lög sem ég þoldi ekki þessu lög. Þetta voru lögin sem voru í öllum partjum og ég fannst, mér finnst það fyrir neða mér að virðingu og bjánalega lög og svona. Þetta var lögin sem þú varst beðin að spila og vildir ekki spila í partíinu? Kunnuð ekki og fyrir neða mér að virðingu, sko. Ég var hrokafullur, sko. Og Maggi var alltaf að tala þessi lög og ég, í mörg ár, og ég sagði Maggi, alltaf bara, sko, þú veit bara glimti. Ég ætla sko ekki að enda ævin á þessu að vera að syngja Ó María með langar heima, eitthvað svona. Og hérna réttu með hans bókin hérna, sjá hvort ég sé með eitthvað að lögum hérna. Og svo 2003 þá gef ég eftir loksins og við við sátum heimi hjá mér fyrir utan út í garði og erum með kassagítarana og erum að byrja að spila þessi lög og gera það, ok, segi ég, og svo við byrjum að æfa lögin og gera það að okkar með 2 kassagítarum og það var svo skemmtilegt og við fórum og við endum að gera, fyrsta platan kom 2003 og heitir 22 ferðalög og það er þessi lög og alveg fáránleg lög, sko, það var og ég elska þessi lög í dag og ég átta mig á því hversu enn einu sinni átta mig á því hversu fordómafullur hrokafullur ungur maður vilsingur ég hef verið. Þegar við gáum út þessa plötu 2003 við gerum eins vel og við gátum ég gerði það alltaf, þeir fóru að loksir ákveð að gera, þá fórum við all in og fórum að Óskar Páll tók okkur upp frábæri upptökumæður og tók okkur upp í sumarbústaðan manns við Meðalfellsvatn og svo höldum við útgáfutónleika á BSI þá var BSI ennþá BSI það er staður að svo gæst skipt mat allan sólarhringinn kótilettur og græna bönir já, akkurat og sviðakjama já,
svo við fórum með miðan dag, bara venjulegum degi og 2 og höldum útgáfutónleika hana og það fyllist, bara tróðu fyllist af fólki á aldri við Magga og eldri. Og við erum að spila þessi lög hérna, viltu með mér vaka og suður höfin að sorga. Suður höfin að sólgildri strönd. Og svo framvegis og ég horf út í salinn og ég sé þetta fólk sem 10, 20, 30 árum eldri ég með tár á hvarmi og ég áttum allt í henni á því, þetta lögin þeirra. Þetta soundtrackið af lífið þeirra. Þetta soundtrackið af lífið þeirra og ég skammaðist mig svo hvað ég hafi verið vitlaus og ég tók þessu lög fagnandi eftir það og ég áttaði mig á hvað ég hafi verið fordómafullur og það bara, það var eins og ég var slegin utan undir og þetta sýndi Maggi mér og við gáum 2 viðbót, við gáum svo út fleiri ferðalög 2005 og þessi plata seldist í bílförmum og svo 2007 þá fórum við til Kína einhverja hluta vegna, fórum til Shanghai og tókum upp 3. plötuna þar og svo plata heitir Langferðalög. En af hverju fóruð þið til Kína? Ég bara mannaði ekki. Óttar Felix var með okkur, hann var uppáhaldsmaður okkur útgefandi og einhverju hluta vegna voru konir til Kína að taka upp þar. Með hljóðfæraleikur þar eða? Nei, við vorum bara 2. Við höfum tekið eitthvað aðeins upp hérna svo fórum við út og tókum restina þar og raddir og svona. Það var opbóðslega súrrealist. En það algengt að menn eins og þið gerið eitthvað svona þegar að vera að líða á tíman að taka upp. Þá stundum finnst mér þetta að vera eitthvað svona að menn stíga upp úr einhverju fljóti og koma með sitt og svo hverfa aftur ofan í fljótið og þú veist það því nefndi Dylan áðan að mér finnst hann alveg vera að gufa upp bara innan í öllu sem að hann kom innan úr. Þá hann eiginlega að leysast upp í því að vera. Þetta liðin tíð. Öll þessi tónlist liðin tíð í dag. Fyrir unga krakkar sem að vaksa upp í dag sem eru unglingar 10, 20, 30, þau veit eitt hverju KK sko, mörg þeirra. Og mörg þeirra vita hver ég mörg þeirra vita ekkert hver ég sko, og þau eru bara einhverju allt öðrum pælingum sem ég veit ekkert hvað ég heldur sko, og við erum, þú og ég, við erum bara einhverju pælingum, Íslandir og Dylan og það, þau veit ekkert hvað við tala við erum tala byltingar sem eru búnar, sem eru farnar, þetta búið. Þetta bara sagfræði. Öll tónlistablöð í dag eru búin að vera í mörg ár, í 20 40 ár. Gömlu Melody Maker, Mojo, Uncut, öll þessi blöð sem ég var alltaf að lesa til að sjá hvað var að gerast. Það ekkert þess, þetta sagfræðirít í dag. Kinks, The Kinks, það forsíðan á þessum blöðum sem voru áður fréttablöðum hvað það væri að skeða í tónlistinni. Í dag þetta bara það heilt blað með Kinks, það heilt blað með Peter Gabriel eða Pink Floyd eða Beatlarnir enn einu sinni eða Paul McCartney. Þetta bara sagfræðirít í dag. Þetta liðin tíð. Þetta búið og núna búið að strauja þetta algjörlega út með Spotify og það dæmi. Þetta algjörlega farið. Og það allt í lagi. Þannig þetta. Þannig alþýðu músíkinni hún farin? Nei, málið Hver hún? Við erum að tala bransan. Við erum ekki að tala tónlistina per se. Tónlistin verður alltaf. Ég man alltaf eftir í þegar ég hef alltaf vitað þetta og þetta hefur alltaf verið huggun fyrir mig þegar menn að tala af áhyggjur bransan, platasölu og allt þetta kjaftaði sko. Það skiptir engu máli. Hver kjarnin? Það tónlistin. Tónlistin mun alltaf lifa. Núna þegar gervigreindin komin og fann að semja tónlist sem þú heyrir ekki munin á, hvort það sé lifandi að dauður að flytja þetta. Það verður til þess að nú fer fólk að flykkjast á live tónlist og þeir sem spila tónlist eru ekki endilega fólk sem að reyna að meika það, að því það búið líka. Þú ekki, það einstaka sinnum, þú getur farið í eitthvað dæmi en vinnan við þetta svo asnalegt og svona Beatlarnir gjörningur og bylting sem verður til og það allir að reyna að endurtaka þetta. Gjörningurinn farin.
en tónlistin mun alltaf lifa, ekki satt. Og bransin farin. Og það komin einhver vikingar og það búið ströðat út og það er offramboð af öllu. Það er tónlist í öllum lyftum og allstæðar sem gerir og það er enginn að hlusta. Skilu. Það er stanslaust verið að spila einhverja tónlist en það er enginn að hlusta. Og það er enginn að setja fáir, ég meina, þetta liðin tíð, sko, og það er bara eins og það er ekkit það þýðir ekkit að vera einhver gramur gamalt kall að segja, þetta var allt mjög betur í áður fyrr. Það er bara ekki alveg rétt, sko, það er bara breytingar sem eiga sér alltaf stað. Og ég veit það að eins og þegar á okkar yngri árum, ég segi okkar, ég dreg því bara inn í þessa gaman menna hóp hérna, þá voru byltingar eiga sér stað í tónlistinni. Og það sem að menn voru með boðskap og boðskapur var mjög góður, hann var byltingakendur og boðskapur var jöfnuð og kærleikur til náungans, að hjálpa stað, stöndum saman, samstaða og við erum hjálpum stað, við skulum ekki vera að níðast á, ekki einn að vera eiga allt á kostna annara og þetta er ríkt. Það getur byggt upp samfélag á hinnu góða. Já. Svo byggt upp samfélag á hinnu illa. Já, en einhver hluta vegna þá mistekst þetta. Það verður Lenin og Marx og allt þetta dæmi. Þeir fá 100 ár til að prófa þetta og það mistekst hrapalega. Og það upp úr því stendur einhverjir hræðilegi hlutir sem Rússland í dag og Putin, gammal KGB, skrifstofublók frá austur Þýskalandi er orðin bara brjálaður og Trump og allt þetta sem í gangi núna, þessi geðveiki sem í gangi, af hverju heil þjóð sem að fór út í þessar jafnaðarstefnu, allir þetta hafa gott að einhvern veginn það brást. Af hverju brást það? Hvað var það sem vantaði? Jú, það er löngu búið að segja okkur lausnina. Þegar Jesús kom, þetta hljópar svo fáralega að segja þetta er eins og einhver mormóna hafi bankað upp hjá þeim. Þegar Jesús kom, en þetta er bara staðreitt, við getum líka sagt, þegar Buddha kom, eða þegar Muhammed kom, eða þessir spámenn sem við kallaðir, spámenn, þeir komu lausninar og svo lausnin er þessi, elskaðu náungan og gefðu með þér. En óttin ríkir og við erum hræddir, ef ég gef þá mun ég ekki fá. Þá byrja allar að grabba og svo taka ég meira og meira, að því svo hræddir maður ekki nóg. En spámenni sögðu, óttast, þú þarf ekki að óttast neitt, það er nóg til. Það verður séð þig, þetta er allt í lagi. Og þetta eiga sér stað núna líka, það gleymir svolítið, menn eru hræddir við að nefna spámenn á nafni, að því það er hljóma svo, af því það er svo gildislaði, það er svona vitlýsingar búin að vera á ferðinni og falsk spámenn. Og það er eins og skepar í Íran í dag, það er einhverju að horfa á einhverju að kalla með skeggar að segja konum að það er að vera í slæðu og eitthvað svo kjaftaði og refsæm og hengja fólk fyrir að hafa brotið á einhverju guði. Hvað er í gangi maður? Þetta er bara súrrealist, þetta er eins og einhverju hasarblað, sko. Það versta við að vera að drepa út fólk. En boðskapurinn er kominn og hann er mjög einfaldur, lausnin á hamingjusömu lífi. Það er það, eins og þú varst að tala áðan, hætt að dæma, fyrirgefa. Og með því kemur að maður hættir að dæma sjálfa sig og maður fyrirgefi sjálfa sig. Þetta er staðreynd, þetta er búið að reyna á þetta, fólk sem hefur reynt þetta veit þetta er satt. Og það er fyrir, ég get ekki sannað tilvist þessara kærleiksmáttar nema fyrir sjálfum mig. Og ég er búin að sanna það fyrir sjálfum mig og ég er samfærður. Eina sem ég get verið þessi ég reyna að vera þessi fyrirmynd, ég verða að vera þessi fyrirmynd, hvað heitir það, vitnisburður. Og ég er það, ég reyna að vera í lögunum mínum, þú veist að segja það á hann, þú sér í lögunum mínum alls konar hluti þetta. Ég spurði hvað þetta var ekki æðruleysisbænir? Já, akkurat. Og það er hérna líka. Og svolítið að ósárató eru öll að reyna að gera þetta. Þú ert að gera þetta með þessar samstöðu og sósíalistaflokkinn á þinn máta og það er allir að reyna að gera sitt besta.
En stundum tekur egoið fram og segir, mín leið betri. Ég veit hver rétta leiðin er. Ég veit hvað Jesús var að Múhameð, Búdda, ég veit hvað hann var að meina. Hann var að meina þetta. Þá erum við konur í þessa hættu. Þá varstu komið með Billy Graham og þessar sjónvarpspredikarnir Billy Graham nú bara fermingadrengur við hliðina á þessum að gengur við Bandaríkin í dag sko. Akkurat. Ég held að fólk hætti að biðja Guðsbarni gefur mig Billy Graham aftur. En þú veist, í Bandaríkjum núna skrítið, það ekkert fjallað þetta hérna og í fjölmennum mögulegt. Það eru hópur af munkum, búddamungum sem eru búin að vera að ganga í 81 dag, 82 daga núna, eða 3 daga. Þeir eru að labba til Washington. Þetta friðaganga. Þeir eru að labba gegnum borgir í Bandaríkjunum og það mæta þúsundir manna að taka mótin. Ertu búin að sjá þetta? Nei. Á hverju ekki fjallað þetta í blöðunum? Þeir eru bara að leita þessu. Þeir eru að ganga til Washington eins og Martin Luther King. Þau eru að ganga, þessi búddar. Marston Washington. Þeir eru að ganga og þeir eru að segja hérna, af hverju eru þið að hugsa fortíðina og framtíðina? Þetta er núna. Og þeir sammála mér öll núna, en leið ég farin hérna, segir búddamungurinn, þá munum þið gleyma þessu og þið munum fara að hafa áhyggjur af fortíðin og framtíðinni. Og þá fer allt í volli. Og þá fer þetta, við erum bara að fá frið. Eina leiðin til að fá frið, það er að vera í núinu. Er þið ekki í núinu núna? Jú, segir fólkið. Já. Og það er allt í lagi núna, ekki? Jú, við erum allt hérna saman. Þannig er núið, það er allt í lagi. Og sínaði þetta, nákvæmlega saman og hinir spámennir, Búdda sagði, og Jesús og Múhameð og Martin Luther King og Gandhi og Bítlarnir og Stevie Wonder. Þeir eru sendiboðar sem að minna okkur á að það er til lausn. Fólk segir, á hverju kemur ekki eitthvað svo stóru spámönnum og reddar þessu? Á hverju kemur ekki Jesú og reddar okkur? Hann er búin að koma. Hann er búin að segja okkur nákvæmlega upp á hár, mjög nákvæma lýsingar hvað þú átt að gera til þess að öðlast frið og til þess að heimur getur verið í friði og hamingju. Það fór nú ekki vel fyrir honum fyrir krossistan. Nei, krossistan. Hvað geraði þá við auðmingi eins og mig? eins og Maggi söng ljóðu þess við ljós og skáldi. Það er erfitt að vera maður og þú veist, þess að þú ert að lýsa þessu sko, þá fólk hlustar á munkana og svo fara þeir og þá gleymir fólk og það er ástæða fyrir að sannleikurinn hann er ofta eins og bara klingjandi bjalla eitthvað stær í fjarska en lygin og grimmdin eru alveg bara og svo hávar og þú verður að bregðast við og það er svo erfitt að elta sannleikarn fáum tekist. Já, ég skil hvað átt við og hérna, en ég held að þetta sé samt ekki svona slæmt. Ég held að þetta sé ég alls ekki að þetta sé svona slæmt. Ég held að þetta sé miklu, miklu betra. Núna er ég ekki í ykkur Pollyanna-leik. Heldur ég er að lesa bók núna, mjög stór bók sem fjallar ofbeldi í gegnum tíðina frá bara 10.000 ára aftur í tíman. Þeir hafa fundið mannverur sem hafa frosið í ykkur jöklum og sem er ísmaðurinn sem fannst í Ölpunum sem var þá 5.000 ára gamall og svo ykkur annar sem fannst einhver staðar sem var 10.000 ára gamall. Þeir dóu, þessi sem hafa fundið, þeir voru myrtir sko. Og svo út af því að þessu að fer hann í gegnum ofbeldi í gegnum tíðina og hann segir í dag hefur aldrei verið minna ofbeldi. Og þeir tala sko morð á per 100.000 manns. Sko. Það eru hvað hann sagði, einhver gullgrafar árum í Bandaríkjunum sko, þá var einhver sko 150 eða 200 morð á 100.000 manns. Það er eins og væri drepnir 800 manns á ári eða 1000 manns á ári hérna á Íslandi. Sko en ratioin er í dag í heiminum. Það er 1 til 5 sem eru drepnir á 100.000. En veit fólk þetta ekki og það er kannski óttinn við að við vitum að það er eitthvað í samfélaginu að því við höfum ekkert breyst sko mannskepnan. En samfélagið er stundum ítið samfélagið undir ofbeldi. Stundum dregur samfélagið úr ofbeldi og það er svona eitthvað svona tilfinning að við séum að fara út úr samfélagi sem að heldur aftur að okkur og íti kannski undir það svona skárra í okkur en við gætum mista
Við getum mist og dottið inn í samfélag sem að raunverulega bara er drifið áfram að óvilt og gremju og... Já, ef við tölum það, þannig möguleika, þá er möguleiki að þetta sé til. Þetta er allt rétt sem þú segir, að þetta er möguleiki að við getum dottið inn í þennan heim sem við óskum okkur ekki eftir að detta í. En ég held að ef við viljum ekki vera þar, þá þurfum við svolítið að einblína á það sem við viljum, frekar það sem við viljum ekki. Já. Ég hef nefnilega trú á því og mín reynsla svo að þegar maður berst við þessu illu öfl sem ala á sundrung og hatur og ótta, þegar maður berst við þá er svolítið eins og þeir eflist. Hefur þetta ekki eftir því? Þú hefur nú barast við þessu öfli í svolítið langa tíma. Ég meðist að stundum er þetta haldið fram, sko, þú kannast það núna, þú mátt ekki kalla rasista, því þá verður hann rasisti, ég hef aldrei keypt þessa hugmynd. Ég er ekki að segja, þetta er ekki það sem ég segja. Menn svo var haldum að Woke hefði búið til Trump og ég sögði þetta, ég er vitlaust kenning sem ég heyrt. Já, ég skil hvað þetta segja. Ég skal koma með aðra líkingu, þá múttu strax fatta hvað ég er að meina. Þú manst þetta sögun af púkanum sem var upp í rjárunum í fjósinu. Já, fitnaði. Það fitnaði. Ákvæði fitnaði hann. Þegar menn mistu stjórn á skapi sínu og byrja að bölva, þá fitnaði hann. Þegar hann ólst, hann nærðist á þessar neikvæðu gremju. Þú ert ekki á því að ill skuli með illu drega. Hann nærðist á þessari það er hver eftir aðstæðum, en hann nærðist á þessari gremju, púkin, ekki satt, og svo var hann sveltur, ekki satt. Varst ekki eftir fjóskonni, hún hætti að bölva. Svo einhvern tíma misti hún stjórn á sér og kúin sparkaði í fötun og mjólkin fór og hún sagði anskot. Þá ég sagði, upp í rjárum, varst ekki eftir þessu? Það er skemmtileg að sagða. Og ég held sko ef við séum að skemmta skrattanum þegar við erum að eiga við þetta fólk með þeirra orðaforða, þeir sem svolítið þeirra leikvangur sem við förum inn á. Ég er ekki að fara að ignora þeim, ég sé það alveg. Ég meina ekki það að við vitum að þeim. Ég vil bara ekki gefa þeim allar þessa athygli. Þetta er eins og að vera með leikskóla og það er eitt barn sem er óþolandi. Og hinn börnin er 20 börn og það er eitt sem er óþolandi og hinn 19 börnin fá enga athygli. Ég segi bara Trump fær allt of mikla athygli. Hann kann að fá athygli. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann gerir bara, tökum bara, ég veit ekki hvað hann er að gera, en þá þetta á allt saman eftir að hrindja hjá honum. Og það er mjög stutt í það og við bíðum öll eftir því í raun og veru líka og þegar heimurinn bíður eftir því að þessi óþekki drengur sem er að taka upp allt plássið og klára súrefnið og allan pakkin, það bíðandi róli eftir því, hann er að fara að detta út. Það eru margir sem hafa bara mikinn hag af því að ýta honum áfram og margir sem alltaf græða stórkostlega það fólk er að koma í Venezuela, námónum í Grænlandi og you name it. Já. Það fólk allt saman sem að núna hænist að honum, þessar nöðrur, þessar rassasleikjar sem eru hérna, sem að koma bara, hvaðan kemur þessi? Hvað er þessi að gera? Þeir eru allir komin ykkur á valdastöður við hlið honum og hvísleir honum. Þessir menn höfðu ekkert að gera þá til hann kom þetta. Og þegar hann fer, þá hverfur allt þetta fólk líka. Og þetta fólk hverfur, það verður farið mjög illa með þetta fólk. Af því það verður ekki, fólk gleymi því ekki hvað þau gerðu. Með með þessa heri sem þeir að senda á fólkið, hann er með thugs, hann er með svartstakkar sem eru ómertir, sem eru að drepa fólk, sitt eigi fólk, út á götum í Bandaríkjunum. Þetta er það, við erum konið þar. Heldur að, hann er með þessa, hvað heitir hann, Stephen Miller, gæði sem við lifum á þeim, og þessa konu hérna sem að talsmaðurinn hans og allt þetta lið sem að maður segir, á hverju er þetta fólk að gera þetta? Þeir eru að gera þetta svo þeir fá að vera með. Leið og Trump er horfinn, þá hverfa þau líka. Og þeir eru eftir að fá mjög bátt. Sumir eigi eftir að lenda í fangilsi. Við verðum hérna... Ertu með mér? Ég ætla að spyrja það einu. Já. Ef við erum að lesa fréttir frá Bandaríkjunum, heldur að vegna þess að þú
elstar upp til 10-11 ára aldurs að þetta snertiði meira, þetta sé þú veist sárari yfir þessu eða þú veist þetta er ekki Amerikani svona svo langt frá því, ekki neitt ég ligg ekki yfir öskrandi og grænjandi yfir fréttunum, ég hef séð Amerikana ég nú bara að tala að þú veist þekkir það bara ef það er eitthvað sem er nálægt manni að það snertir mann svolítið öðruvísi sko maður er aðeins meðvirkari sko ég er Íslendingur, ég er alveg búið íslensku heimili, þetta er ekki svona, ég er búin að umgangast Amerikana og ég veit hvernig þeir eru. Þeir vakna á morgnana og kveikja sjónvarpinu og þeir eru með sjónvarp í gangi allan daginn og þeir setjast þeir horfa á fréttir og þeir öskra og þeir grenja fyrir framan sjónvarpi, dag eftir dag. Þetta fólk er svo veikt og svo sjúkt. Og við erum svolítið á eftir hérna á Íslandi sem betur fer. Já, vonandi komum við aldrei hana. Má ég spyrja einu, þú dættur að drekka það ekki? Jú. Já, ekki helvítið áfengi. 30 ár. Hæ? 30 ár. 30 ár. Það er rosalega langur tími. Það er bara heil mannsævi eiginlega. Já, það var tekið frá mér í 95. 13. ágúst 95 þá sá ég ljósið. Ef þá með sýnt ljósið og einhvern veginn þá bara hvarf þetta úr lífið mínu. Með fögnuði og tárum og andlegri vakningu. En það hafði skadað lífið þitt fram að þeim tíma? Algjörlega. Ég var bara blindur og týndur. Og staðnaður. Það er svo mikið stöðnun. Ertu ekki hræddur við stöðnun? Upp á vissu marki, sko. En ég reynir nú bara alltaf að vera einhvern veginn í gangandi, sko. Kannski ég ekki sættu alltaf að reyna að kynnast einhverju nýju eða eitthvað, læra eitthvað nýtt það er nefnilega þegar maður er komin þennan aldur og sérstaklega þegar maður er kall þá verður að segjast að þegar maður hittir svona jafnaldur okkar þá eru þeir ekki allir svona upp á sitt besta eitthvað svolítið tuðgjarnir sumir en þegar maður var yngri sko, þegar ég var að verða fertugur sko, þegar þetta tekið frá mér þá fann ég svo mikið fyrir hvað ég var staðnaður ég var staðnaður í tilfinningarlega í samskiptum við fólki, tónlistarlega séð. Mér langa að fara aðra staðin í Kóngsbergi. Ég fór bara í suma hringi aftur. Og hjólförin voru svo djúp og eins og maður keyrðum á gömlum villisjeppa og í djúpum hjólförum og sæi heiminn út undan sér hérna og ætlaði sér að fara þangað en fór alltaf sama hringin og hjólfurinn dýpri og dýpri og var erfiðar að komast upp úr því. Svo var allt í einu bara lyftur upp úr. Bara og upp úr, ég held að jeppin sé ennþá að fara að hringi en að ég komið út í heim aftur sko. Út í viðan geim og ég er innilega þakklátur fyrir þetta og þetta er andleg vegferð. Og þegar maður segir andleg vegferð þá megum við ekki blanda því saman við trúarbrögð. Andleg vegferð er ekki með trúarbrögð. Andleg vegferð er þetta hérna. Þetta er andleg vegferð. Þetta er andleg vegferð. Þú veist, þetta. Skildi, sjá mig rátt bara mati geta dati gúði Þetta er andleg vegferð skilur ljóðalest er andleg vegferð að hitta skemmtilegt fólk er andleg vegferð að fara í messu er andleg vegferð að fara í jarðarför er andleg vegferð. Að fara í brúðkaup er andleg vegferð. Að hitta þig er andleg vegferð. En brennivíni lokaði fyrir þetta, en þú naust þess ekki? Ekki lengur, það var hægt að virka. En fram að því, það var andleg vegferð þar líka. Með svolítið dýruverði keypt oft á tíð. Og fóðstundum allt og langt og gerði ranga hluti og satt uppi með móra á bakinu. Og það var svolítið helvíti, sko.
Það er margir sem nota áfengi til þess að brjótast út úr einhverju sem maður kemur með út úr æskunni og sömuleyti svona eftir á hyggja þá séð maður ekki alveg hvernig maður rata út úr þessu nema með hjálp áfengis, þannig að það var bara lyf sem að dugði ágætlega einhver tíma, en svo náttúrulega snýra sér. Já, andlega vegferðin leiðin. Kemur djöfullinn og rukkar gjaldið sitt. Já. Það varst að tala krossgöturnar á hann. Já. I went down to the crossroads, laid my money down. Laid down on my knees. En ég fór nér á krossgöturnar og lagðist á hnén og ég var bænheyrður. En það er allt og fáir sem eru bænheyrðir. Já. Og í dag sko... Það er alltaf fáir sem bænheyrðir á hverju, séu það? Það er... Sér búið að loka þarna uppi? Sér stytting vinnudagsins? Nei, það eru mjög hefi efni í gangi núna, við erum að tala um efni og neyslu, og þá eru svo hefi læknadóp sem er svo hefi, við erum að missa svo mikið ungu fólki. Miklu meiri harðar efni heldur þegar við vorum að þessu. Ég er að tala það. Við vorum bara í skátunum, sko. Og ástæðan fyrir fólk fer í þetta og svona sko við getum fara að tala sko nú hvað er langur tími hjá okkur? Eru það búinir núna? Það er eitt af því sem við ákveðum að við ætlum aldrei að skipta leikmynd og svo ætlum við ekki að eiga klukku. Ok, af því ég langar að fjalla þessi, ég veit að þér hugleiki og sem þú kannt mikið miklu meiri en ég. Það sko, við erum að tala þessu erfiðleikar í samfélaginu varðandi ungt fólk sem er að fara, sem við erum að missa, sem við náum bara ekki til einu sinni lengur. Og yfirvöld ná ekki til að því við tölum bara ekki sama mál lengur og það ræðileg hlutir að gerast hérna og hver og það vera og það svo andlega vegferðin partur af lausnin í raun og veru sko. En það náttúrulega þá getur ekkert farið í ríkis og sagði, við erum með lausnina, það andlega vegferð, ég meina þú bara hlýjaðir en það samt sem áður það sem sko. Og hvernig ætlum við að beita þessu andlega vegferð og af hverju þetta af hverju þurfum við að leita í önnur efni til þess að losna út úr svona raunveruleika sem að samfélagið það hvernig getum við gert samfélagið þannig að það eðlilegt fyrir okkur að fjölskyldur umgangast, fara saman í leikhús, fara saman í að synda í sundlaug, þá ég að tala um unglingar og foreldrar þeirra og börnin, að þið fari saman. Í dag það bara óhugsandi. Það út af því að fullorðna fólki hefur bara ekki tíma til þess. Börnin hafa engan áhuga á því, heldur. Í Noregi ekki svo stefna að börn upp á 18 ára aldri, þeir fá ókeypis með foreldrum í leikhús, í sundi, í tónleikum og alls konar hluti, og í transport, tryggit og strætó og lestir og allir þessi pakki. Þeir eru með fjölskyldu stefnu til þess að efla fjölskylduna. Hvað samfélag? Samfélag byggt upp á legokuppum og legokupparnir eru fjölskyldunar. Og samfélagi aldrei sterkara heldur en veikustu kupparnir ekki satt. Og hvernig heilbrigð fjölskylda? Hvernig sterk heilbrigð fjölskylda? Það foreldrar sem hafa tíma fyrir börnin sín. Það foreldrar sem þurfa ekki að eyða 8-10 tímum í vinnu til þess að borga fyrir hvað? Húsnæði. Verkina. Fyrir að borga fyrir húsnæði, borga vexti. Veistu hvað Íslendingar, við svona taka hjón sem fertug og eiga 2 börn og þau búi í íbúð sem sem 70.000 krónur íbúð, sem ekki í blokk, hugulegri blokk. Þau eru bæði með góða vinnu, þau þéna 1 milljón bæði brúttó og 2 börn á grunnskólaaldri. Þau drekka hvorugt, nema bara, þau eru ekki alkoholistar, þau eru ekki með einhverja ósiði, dýra, þau gera allt rétt. Þau eru heilbrigð, eiga góða vini, góða fjölskyldu og vilja gera vel. En þau þurft að borga 20% af þessu 70, þeir eru 14, sem eru 14 milljónir og þá eftir 50 milljón sem við segjum. Þau skulda 50 milljónir.
Borga vexti því. Þau geta borga íbúðina 3 sinnum yfir ævina. Þegar þau myndu ekki fá, í dag myndu þau ekki fá leyfi, þau myndu ekki fá þetta lán, af því þau geti ekki borgað það. Þannig, hvað gera þau þá? Þau geti ekki borgað 600.000 krónur á mánuði, 9% vexti af 50 milljónum eru hvað 10% af 50, það 5 milljónir, það 5 milljónir á ári, það deilt með 12, hvað það? 9% vextir af 50 milljónir eru 4,5 ári, ef það er bara á föstu verðlagi. Já, 4,5 ári. Já, og hvað það mikið á 12 á mánuði? Það er eitthvað 400.000 tæp, réttaflega 400.000 skall. Já, og svo þetta borga líka höfuðstólinn. Fyrst frekar lítið. Já, hvað það mikið? Það 100 skall, cirka. Þetta 500.000 á mánuði sem þetta borga. Þetta Íslands gjaldið. Ég reknaði þetta ekkert bara saman að fólk á Íslandi, ég held að segja hefur versnað í Noregi, að á Íslandi þá þarf það að borga íbúðina 2,5 sinni miðað við það svo þetta gerir í Noregi. Getur verið það sé meira. 3-5 skipti hef ég heilt líka. Sem er eins og bara... Það er svolítið mikið. Sem er eins og eitthvað svona... Ein íbúð er svolítið mikið. Hvað þá 2 eða 3 ár? Og svo ég sagði, þetta skemmir þessa legoeiningar sem við þurfum til að byggja upp heilbrigt samfélag. Afleiðingarna af þessu eru útbrunni fólk, bara miðaldra fólk af vinnu, fólk sem hefur ekki tíma til að sinna börnunum sínum og kenna þeim að lesa og hjálpa þeim í skólunum og hefur ekki tíma fyrir börnin sín, hvorki í frítíma eða í vinnutíma. Þau eru þreytt, börnin sjá þetta, þau taka svo við og hvað gerir börn? Þau gera eins og við gerum og það heldur bara áfram. Og þessi mannvonska, því að ég kalla þetta mannvonsku, þegar þú ert með, við erum til dæmis með verðbólgu í dag sem 4,5%, og á 4,5% þá leggja ég 4% vextir, eða meira, 4,5%, jafn mikið, og á vexti, og á verðbólgu. Ég fór inn á síðu, ég fór bara inn á einhverja síðu sem heitir SBAB, ég held ég sé Sparbankin í húsnæðislán í Svíþjóð. Og ég sló upp nákvæmlega sumu upp að ég var reyndalega með eitthvað rúmlega, eitthvað sem 42 miljónir held ég að tekið, sem 7 miljónir sænskar. Og ég sló þetta upp og hvað þarfst að borga? Jú, þú þarfst að borga 15% til að fá lánið. Það er 1.050.000, eftir eru 6 milljónir sem eru þá 15% af já, og þannig og þú þarft að ég man ekki nákvæmlega hvað það sem þetta borga af húsnæðisláni í Svíþjóð er 2,68%. En ef þú áttir ekki fyrir útborgunna, ég prófaði að setja þannig að vantaði upp á útborgunna og upp á þess að 15%, ég borgaði bara 10%, þeir eru með svona reikni vel. Þá kom ég að þá þurfti ég að fá engalán, sem kalla engalán. Það var á 6,5%, engalánið. Líkar Íslandi en samt ekki eins slæmt. Sem sagt, ég gef mér það að þeir séu með sérstakar reglur í Svíþjóð, lög húsnæðislán. Og ég athugaði verðbólguna í Svíþjóð á síðastliðnu ári, hún er 3%. Þeir eru með 2,7% af húsnæðislánum. Það er sennilega reglaðar að húsnæðislán mega ekki fara upp fyrir verðbólguna. Þess vegna eru með þessi lán 2,7%. Og þetta er hjá banka, prífbanka. Og ég hugsa með mér, hvað er í gangi hérna á Íslandi? Á hverju er ekki löngu, og svo heyri kemur Ragnar Þór, sem ég hef mikla trú á, hann þekkir þessi mál, hann er búin að koma af stað einhverjum leigufélagi og gera hluti þegar hann var í verslunarfélaginu, gera góða hluti. Og hann fer í viðtal í Kastljósi og hann kannski ekki hans hlutverk, en hann minnist ekki á vexti. Ekki orðið á það. Og ég hlusta á fjármálaráðherra, hann minnist ekki á vexti heldur. Á hverju talar enginn vexti? Ég man að Kristrún talaði vexti á 1. maífundi sem ég var að spila hjá þeim, hjá Samfylkingunni.
Og þar kom kona sem hélt að ræðu líka og hún átti barn og mann og þau voru að tala vexti sem voru að sliga þau. Og ég fór upp og ég baðst afsökunar á því. Ég gamli, sko, við værum ekki búin að redda þessu. En ég er búin að tala þetta í 30 ár. Ég er búin að tala þetta sem ég kom heim, 90. Hvað 36 ár. Þessa vexti, það hefur ekkert breyst. Þessir vextir eru partur af þessu vandamál. Ef við leysa þetta vandamál með neyslu unglinga til dæmis, þá er þetta grunnurinn að því. Ég vil halda því fram að afleiðingar af því að foreldrar hafa ekki tíma fyrir börnin sín er að þú missir börnin út í einhver helvítis vitleysu. Og ástæðan fyrir þú hefur ekki tíma fyrir börnin er vegna þess að þú ert að vinna fyrir okur vöxtum. Ég vil meina þetta. Og þegar þetta er lagað, þegar við förum að tala um manneskilega vexti sem við getum haft, við getum til dæmis haft bara eins og við gera í Svíþjóð, að við séum að borga bara, ef eru 4,5% vexti núna, það borgar þú bara 4,5% og það er úr lífeyrissjóðunum. Og bankarnir fáum við að fá að vera með þá er einhver styrkur eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þeir leysa þetta í löggjöfina og sjá það, löggjafavaldið, þeir sem búa til lögin. Þeir eru að sjá þetta. Ég er ekki búin að sjá þetta frumvarp með þá í 36 ár. Þú ætti að segja að það verður að vera þannig að sé hægt fyrir venjulegt fólk að lifa bara sæmilegu lífi af launinsunum. Ég er að segja að venjulegt fólk, heilbrigt, ungt fólk sem er með miðaldra heilbrigt fólk sem á börn í skóla og þurfa húsnæði, við þurfum húsnæði hérna á Íslandi og hafa ekki aðgang á einhverju baklandi með þess að hjálpa þeim, þegar mörg sem hafa það ekki, þá þurfum þau þurfa að fá lán sem þeir geta náð að borga upp. Þeir þurfa að fá lán fyrir 1 húsnæði og ekki að þau séu að borga á ævinni 3 húsnæði. Það er svo mikið vinna. Þá hafa ekki tíma fyrir börnin sín og þá hafa ekki tíma fyrir samfélagi og samfélagi fer þá til andskotans. Samfélag, hver er það sem elur börnin? Það er samfélagið, ekki satt. Það er þorpið. Og ef að þorpið hefur ekki tíma að því það þarf að vinna fyrir bankana og vera á þessuru hamsturshjóli, þá náttúrulega skeða þessi hlutir. Þetta er óskup auðvelt mál að reikna út. Nei, þetta er ekki auðvelt, en þú getur sagt þér það sjálfur að ekkert er ótengt öðru. Við tölum þetta henni í byrjunmanstu. Allt er allt. Við erum í öllu. Þú getur ekki dæmt mann ef þú fari bara 1000 ára aftur í tíman. Hvaðan kemur þessi maður? Hver ól hann upp? Hver ól þau upp sem ól hann upp? Hver ól þau upp sem ól hann upp sem ól hann upp? Skilur þú? Þú þarft að fara að setja þetta dæmi. Samfélagi er svona líka. Það er hvert, allt hefur áhrif á hvort annað, ekki satt. Og þetta er það sem ég er tilbúin að berjast fyrir. Ég er tilbúin til þess að fara í fremstu víglínu með hvaða flokki sem vill gera þetta að aðalmáli sínu að lækka húsnæðislánin og gera þau viðráðanleg fyrir fólk sem er að kaupa húsnæði, ekki fyrir fólk sem er að braska. Þá getur þau fengið einkalánin. Þá eru einkalánin, þeim með að vera 9%, mér anskotast saman það. En fyrir húsnæðis, þá eru húsnæðislán eru sérreglur sem gilda, eins og í Svíþjóð, eins og í Noregi ábyggilega, Finnlandi, Danmörku, öll í Evrópu. Og það er leigukerfi þar sem gera verkum, þú getur leigt þar allæfi í sömu íbúðinni ef þú vilt og borgað eitthvað dæmi. Og fengið stærri íbúð ef að koma börn og minnka svo aftur ef að börnir fara að flytja heima. Já. Og svo hérna er þessi möguleiki ekki fyrir hendi og þetta er rangt. Þetta er mjög rangt, þetta er mjög hættulegt. Og þetta er ástæðan fyrir mikið af þessu óefni sem eru komin með neyslu unglinga til dæmis, að því við höfum bara ekki tíma fyrir þau. Þú þarft að hafa tíma fyrir þau frá því þau fæðast. Þau byrja í grunnskólanum og kennararnir þurfa að hafa tíma fyrir þau leika. Kennararnir líka borga þessi okkur vexti. Hvað heldur kennararnir séu gamlir sem er þarna? Heldur þetta sé alltaf einhverjir 70 kallarinn séu sem eru búin að borga upp, sem hafa kannski náð að borga upp íbúðuna, það er ekkert víst. Það er margir sem lifa ekki. Þeir lifa ekki lánin sín. Þeir skilja eftir ógreidd lán. Ekki út af þessi að við ykkur vitleysu í lífinu. Þau bara náðu ekki, þetta okurvextin báruðu ofurliði. Og tekur náttúrulega 40 ára lán og svo kannski skilur fólk á leiðinni og byrjar aftur.
og ég veit ekki hvað, mamma því var gömul þegar hún kynntist sínu manni og þau hefur kannski verið 50 og það taka 40 ára lánu, þau verið nýræð þegar þau búin að borga það. Já, hún komst í dæmi sem er búið að afnema núna, sem voru verkamannabústaðir. Og það breytti öllu í hennar lífi. Allu. Við höfum verið kannski við ættum að endurtaka það, ég held að fyrir svona 3-4 árum, þá talaði ég við fólk sem var með reynslu af verkamannabústöðum í sinni fjölskyldusögu. Alveg frá fólki sem hafi flutt inn í verkamannabústöðin á Siglufirði bara fyrir 60 árum. Já, og út í síðustu verkamannabústöðina sem voru í Grafarvoginum. Alveg stórkostlegt að heyra þessar sögur. Það bara þegar fjölskylda fékk verkamannabústöði, þá bara og slagnaði á allri spennu. Já, og það var engin skömm að því. Þetta voru ekki bæjarblokkir eða neitt svona. Frábær hverfi, svo ég var að vitna þarna í Köllufellið og Fellakverið. Það með lát ofta eins og þetta hafi verið eitthvað slömm og eitthvað svona má alls ekki gera svona að margt fólk, fátækt fólk safnið saman. Það er yfirleitt stórkostleg samfélag. Það sem er mikið að fátæku fólki saman. Það er miklu hættulegri það sem að mikið ríku fólki safna saman eins og í svörtu blokkindar í Skuggahverfinu. Ég held að fólk ætti að velta fyrir sér félagslegri blöndu þar. Hvort það mætti koma fyrir svona fátæku fólki á aðra okkur hæð. Til þess að verði ekki á einhæfni í blokkinni. Ég held að síðan er fólk eins og við erum við þurfum öll að hafa fyrir lífinu og mismundi máta og við mismundi hvað spil við fáum og svo framvegis en þetta sem við getum gert í ykkur samfélagi það er svo margt sem er æðislegt hérna. Tökum til dæmis sundlaugar sem dæmi. Það er hvergi heimur eins flott sundlega kerfi eins og ég veit ekki neitt annað. Það er sundlegar út all land. Æðislega laugar sem kosta ekkert. Og sem betur fyrir þá fara útlendingar í allar þessar dýru Sky Lagoon eða Fontana eða Bláalóni eða eitthvað svona dæmi og meðan þeir viti ekki af hínu og við megum, það var einhver að tala að við ættum að fara að auglýsa sundlaug sem spa. Nei, ekki tala sundlaugin, það fyrir okkur. Leiðu þeim bara að vera í hænastöðunum. Við leiðum okkur Íslingar að eiga okkar sundlaug ennþá, sem höfum við vita á því, við sem búum hérna. Og ég meina þetta höfum við, það er margt opbóðslega gott hérna, við búum í mjög örugu dæmi en þetta nýðingsháttur sem okkur vextinir þetta er nýðingsháttur hvernig get ég verið skýrari þetta er mannvonska og þetta er á ábyrgð þingmanna. Kristján, ef við myndum labba hérna bara bæinn og færum með ræðuna þína á hann þá myndi ég halda að væri svona 90+% saman að þessu samt verður þetta ekki af því það er bara hópur sem að græðir á kerfinu eins og það er sem að segir, já, ég heyri alveg hvað þú segir, en veistu það, Kristján, við erum bara ekki til í þetta. Af því að við höfum bara fínt núna og það, þú getur sungið þessu og vilt og blásið þessar munnarpu og hvað sem er, við ráðum. En það er ekki bara vandamálið. Ég ætla að svara hérna. Ég leita svari hérna í lögunum mínum. Það er hérna er þetta. Já, hérna er þetta ég veit ekki hvað, já, ég veit það ekki ég veit það ekki það þarf ekki að vera svarið, já, ég veit það ekki það er svolítið vandamála það er bara ólíkir hagsmunir þeir sem að hafa aðra hagsmunir en þú þeir bara ráða meira en þú já, ég veit það ég veit það að flestir eru góðir og ég veit að við ef að fólk er að gera hluti sem að líti út fyrir að vera nýðingsháttur þá er ekki út af því að þeir eru nýðingar það er að því að þeir hafa ekki séð ljósið ennþá og eða þá eins og við gerum við réttlætum hluti fyrir okkur Ef ég myndi ekki gera þetta, myndi bara ykkur annar gera þetta þess vegna er ég að leigja þessar einstæðu móður íbúðin á 450.000 skall Fólk er mjög auðvelt með að sannfæra sig að raunverulega sé það gera rétt. Já, við réttlætum það. Og það gerir það kannski af því að það er ykkur annar nýðast á þá, til dæmis bankandir. Svo sem ég neyðist til þess að leiga þessari einstöðu ekki... Með verið að bjarga sér? Já, með verið að bjarga sér. Já, þá kemur þetta En hérna, við getum breytt þessu, auðvitað, vegna þess að við erum með alveg
við erum með okkar olíusjóð sem lífeyriskerfið hérna. Við erum alveg leikandi. Getum leikandi tekið á þessu vegna þess að þetta við munum græða á þessu vegna þess að afleiðingarnar af því að hafa þessa ofurvinnu eru öll þessi vandamál sem komu upp með því að geta ekki sinnt börnunum okkar og sinnt samfélaginu okkar. Við höfum ekki tíma fyrir samfélagið okkar að því við erum að vinna fyrir 3 íbúð í staðinn fyrir 1,5. Og þannig að þegar við höfum meiri tíma aflögu þá lækkar sjúkrahúskostnaður vegna fólk sem að brenna út, ungt fólk og sjúkrahúskostnaður vegna fólk sem komið í ofneyslu. Fullorðið fólk, ekki bara börn heldur, fullorðið fólk líka leitar af hverju heldur að allir sé á öllum þessum lyfjum hérna. Út af þessi fættir með eitthvað þunglindi og ótta. Það er út af þeir svo hrættum að ná ekki endur saman. Það er bara mjög óbærilegt að lifa í samfélaginu. Já, oft á tíðum getur það. Ég hugsa að þetta er afleiðingar af því að hafa manneskjulega lán og manneskjulega lán bara hverfa frá okurvöxtum á venjulegu fólki sem bara að reyna að vinna sér inn húsnæði, ungt fólk, heiðalegt ungt fólk með börn í grunnskólaaldri. Afleiðingarna af því að afnema okurvextina eru lægri kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið, lægri kostnaður fyrir löggæsluna, lægri kostnaður fyrir alls konar, skilurðu. Og þá getum við fara að sinna samfélaginu okkur. Við getum fara að mæta, þú og ég, við getum fara að mæta bara í skólan og segja, okkur langar að hjálpa til hérna, ég meira tíma afgangs hérna, mér langar að vera hérna, fara að hjálpa, ég afi, ég geti lesið sögur, ég með hérna sögubókina, við megum ekki lesa sögur, þessa sögur má lesa það. Ég til að koma að lesa sögur fyrir börnin og ég gera það, ég endur að hjálpa til. Fara og fá því kaffe á meðan. Ég hef tíma. Þú nefnir lífeyrissjóðina. Einhvern tímann á hugsuðu menn þetta, ég heldur að það verið svona 69 sem hefur verið að setja. Þetta myndir náttúrulega enda með því að verið mesti auður á Íslandi, verið lífeyrissjóðir. Og veistu hvað við gerðum til þess að settum það þannig að fyrirtækjar eigendur áttu helmingina stjórnarmönnunum og neitunarvaldum hvernig myndu þróast. Því að við ætluðum ekki að láta það gera þannig að bara verkafólk og launafólk ætti mesta auð á Íslandi og geti mótað samfélagi eftir sínu höfði. Þess vegna settum við það þannig að þið getið ekki. Þótt að þið eigið peningana, þá stjórnum við. Já, ég er með að deila fólk upp í svona hópa að einn hópur sé góður og einn hópur sé vondur. Ég er ekki vondur, þetta eru ólíkir hagsmunir. Ólíkir hagsmunir, já, en það er nefnilega, þú veist þetta líka, því þú ert bara, það er bara vel gefin og komin á aldur og veist að það er bara ekki hægt og má ekki alhæfa. Það er ekki til eitthvað sem heitir allir ríkir eru vondir og allir fátækir eru góðir. Þetta er ekki dómur yfir persónum. Við lifum í ástand í samfélaginu sem er rekið áfram, þannig að það er ekki í hag 90% en er í hag 1%. Og það bara er afleitt og þá hvernig stendur á því þessi vitleysa heldur áfram? Það er vegna þess að þetta 1% er búin að koma ársinni svo vel fyrir borð að 90% eru valdalaus inn í þessu kerfi. Við eru bara að vinna fyrir vöxtunum, hefur ekki tíma fyrir börnin sín, lifir miklu lakara lífi en þeir myndu kjósa. Ef við myndum taka af þeim byrðarnar af framfæstunni, þá myndu það blómstra, þá verði samfélagið dásamlegt. En við gerum það ekki, af því það er bara eitthvað sem græðir á þess að hafa þetta eins og þetta er. Eða óttast að breyta þessu. Já, ég held að það sem við langar að gera núna er að tala meira um þetta og benda á einhvern einfaldan máta sem allir skilja, taka fyrir, þess að finna mig tími í þetta, með að setja upp svona einfalt dæmi á A4-blaði, Jón og Gunna. Eru bæði 45 ára, þau eiga 2 börn sem eru 7 og 14 ára, og sem hafa sirkvart herbyggi, þau búa í gamli blokk í Hlíðunum og þetta er 100 fermetra íbúð og börnin er stelp og strákur, hefur með sirkvart herbyggi og þau eru með hjónherbyggi og svo eru með stofa þetta er 100 fermetra íbúð sem þau keyptu á 70 milljónir og þau skulda 40 milljónir. Þurfa að borga. Þau get ekki borgað krakkanir eru í dans og tónlist og íþróttum sem þau þurfa að borga fyrir og þau get ekki
haft óverðtryggð lán, því þá er upphæðin svo háa því að þá þurfa að borga 10% í vexti. Svoleiðis að þeir velja að hafa til að hafa meiri pening afgangs að því að langar að gera eitthvað, þeir fara með krakkana á handboltamóti sem er á Akureyri eða í Vestmannaeyjum eða eitthvað staðar og þá fyrir átt fjölskyldan eða skíðaferla í vikufríinu, vetrafríinu og svona. Svoleiðis að þau velja það í staðinn að líta á þetta bara sem húsaleigu og borga 200.000 á mánuði og hafa þetta allt bara verðtryggt. Og láni sem var 40 milljónir fyrir 5 ára síðan, það er orðið 45 milljónir núna. Og heldur áfram að hækka. En þau eru samt búin að borga á þessum 5 árum, þau eru búin að borga 5 milljónir. Þau eru búin að borga 6 milljónir. Þau eru búin að borga 6 milljónir og láni hefur hækkað 5 milljónir. Svo þess að það er eitthvað skakt við þetta. Við erum að breyta þessu. Já, og eitt góðan við þetta, þegar lánið er komið upp í 60 miljónur og kannski skeður eitthvað í húsnæðismálum þannig að lækkar verðu og öllu. Allt í einu er þau íbúð sem kostar 60 milljónir og þau skulda 70 milljónir. Það hefur skeð. Og þetta er heiðarlegt fólk. Þetta er ekkert vesinn á þessu fólki. Þau vinna, góða vinnu. Þau hugsa vel börnin sín. En þau þurfa að vinna aðeins meira núna. Hann þarf að taka alla helgavinnu sem hann fær. Og kvöldin líka hann þarf að vinna og hann er að taka aukavinnu. Hann er komin hún er fann að taka líka aukavinnu svo hafa aðeins meira því þeir langar að fara til Tenerife eða eitthvað. Whatever, skilur. Ef þau þurfa að endurnýja bílinn sinn eða eitthvað dæmi, sko. Þannig að þau hafa þurft að vinna og þau ekki haft tíma til að sinna börnum eins vel, sko. Amma og afi eru líka að vinna sko, því þau hefur ekki getað farið á eftirlaun en þau hefur viljað hjálpa meira til. Húsnæðislánið. Þetta er stórhættulegt og við erum að sjá afleiðingar af því núna. Og þessi peningastefna að allt að það verði alltaf allt, það er ekki bara rangt sko, peningalega séð, við töpum peningalega séð á þessum vöxtum. Þeir halda þessi að græða eitthvað, en þeir eru ekki að græða neitt. Þessi 1% sem þú ert að tala um, þeir halda þessi að græða eitthvað, en þeir eru að tapa. Þetta er samfélagi þeirra líka. Þeir geti ekkert búið í einhverju aflokaðri dæmi og þó þeir reyna það kannski, en það er mjög erfitt. Þau er börn líka. Börnið þeirra þurfa félagsskap sem er önnur börn. Þau fara í skóla og blari, nema þá þeir þurfa að afskemma sig gjörslega og stendur einkaskóla og búi í Flórida eða eitthvað. Það er til í dæminu líka. En þetta er mjög slæmt fyrir allt samfélagið og við verum öll líðandi og það vil enginn, ekki eins og 1%, að börnin verða líðandi. Öll við sem eigum börn finnum til með þessum eiga börn á sama aldri eða barnabörn á sama aldri sem að gengur illa hjá. Við finnum þetta alveg eins og þetta væri börnin okkar. Við eigum auðvelt með að setja okkur í spor þeirra að því við eigum börn á sama aldri eða barnabörn á sama aldri og hjá hinum börnum sem er að deyja. Svoleiðis að við eigum auðvelt með að setja okkur í þessi spor og eins og þú segir, ef við færum henni í kring og við myndum taka viðtal við 100.000 Íslendinga, þá væri 99% sammála þessu að það þyrfti að afnema þessu okurvexti, sem er ekkert annað en okurvextir. Og þú hefur nú verið í pólitíkinu og hefur verið á þingi, en þú er nálægt því. Þú umgengist þetta, þú veist hvernig þetta virkar, löggjafavaldið, sem býr til lögin, þú býr til frumvarp, þú segir, ég með hugmynd, breytum þessum lögum lífeyrissjóðin megi ekki gera eitthvað. Er þetta landslög sem breyta þessu eða þarf að fara þetta inn í lífeyrissjóðina? Ég held að það sé svolítið flókið, en þetta er byggt á samningum verkalýðshreyfingarinnar og sem heitir núna Samtök atvinnulífsins hvernig er háttað stjórnkerfi lífeyrissjóðanna. En ég er samt viss að það mætti breyta því á Alþingi. Því þetta er svona, er eiginlega fáránlegt að sá sem borgaði laun, hann hluta laununum fer í lífeyrissjóð. Já.
En hann áskilur sér einhverju svona gamaldags hugmyndum húsbóndavalda því þeir eru ekki tristandi fyrir peningunum að því þú ert bara fátækumaður og launamaður. Þannig að við kallarnir hérna sem að vitum allt og eru ríkir og svona, við verðum að fara með þetta því annars myndu launafólki bara hlaupa með þetta í einhverju djúsins vitleysu. Þannig að við ætlum að hafa sístemið þannig að við höfum alltaf eftirlit með þessu hvað er gert við þetta. Það verður náttúrulega afleggjandi, þetta er bara til einhverjum gömlum tíma sko. En þetta lög sem eru er þetta landslög, skilur, er þetta lög sem eru búin til á þinginu? Þetta er samningur og þau styðjast við lög, sko. Já, þau verða að styðjast við lög. Þannig að ég held að þetta breytist á alþingi. Til að breyta þessu, þá er það löggjafarvaldið sem það gera. Hinir mun aldrei ná samkomulagi ef verkefnishreyfingin segir, ef ekki að breyta þessu, þannig að við tökum bara yfir stjórnun og lífeyrissjóðnum, þá segir hinir bara nei. Þannig að hvernig ætlar að breyta því? Ég þarf ekki að breyta því. Alþingi verður að breyta því. Gefið fólkinu peningana sem það á. Nei, ég hefði frekar viljað sko að lögin voru breytt þannig að þessi það var ekki landslög húsnæðislán mega ekki fara upp fyrir verðbólguna. Það er til til dæmis í Noregi og þannig var það líka í Danmörku, þá voru búin til opinberir sjóðir. Já. Sem að vegna þess að það er vitað að venjulegt fólk, talum ekki fólk með miðlungstekjur og þar fyrir neðan, að það getur ekki eignast húsnæði á markaðsvöxtum og það sem að húsnæði sveiflast eftir markaði. Þannig það voru að búa til eitthvað system sem að verður þannig að fólk getur ráðið við þetta. Það voru búin til svona sjálfstæðir húsnæðissjóðir sem að lána út á lægri vöxtum til tiltekinna verkefna. Ekki til einhvers brasks og eitthvað svona. Þetta var allt eyðilagt á Íslandi. Þetta náðist náttúrulega aldrei að byggja upp með sama afli og var í nágrannlöndunum. En þetta var svona bara endalega eyðilagt. Þannig að við erum núna eina þjóðin í heiminum sem heldur það að markaðsvextir og brask á byggingamarkaði geti skaffað venjulegu fólki ódýrt og öruggt húsnæði. Það er bara engum í heiminum sem dettur í huga þetta sem mögulegt. Ég vil ekki banna þeim að braska, þeir með að gera það mín vegna. Það láti fólk í friði. Já, en fólk sem að við þurfum þak yfir höfuði og við köllum það mannréttindi hér á Íslandi, að eiga þak yfir höfuði. Það er mjög erfitt að vera svo út og gott á Íslandi. Já, það gengur bara ekki, þó að það sé gert. En það er talað um að þetta sé mannréttindi. Og þá er þetta mannréttindabrota sem eiga sér stað hérna. Þetta er náttúrulega nýðingsháttur og mannvonska. En ég veit að þetta fólk er ekkit vond sem er á þinginu. Það er engin svona vondur. En ég skil ekki hvað er þetta frumvarp sem breytir þessu? Á hverju er ekki Inga Sæland og Kristrún og Ragnar Þór og hann Daði fjármálaráðherra, þetta virðist vera gott fólk sem vill breyta þessu af hverju, ég vill vita af hverju, hvar ertu staddur með þetta frumvarp? Hvenær kemur þetta frumvarp sem að þú þarft að byrja á þessu núna? Þetta er undirstöðu atriði fyrir velferð samfélagsins. Sko, þetta er eitt af mikilvægastu undirstöðu atriðum, skulum við segja. Þetta er ekki bara mörg undirstöðu atriði. En ég held að þessir einingar sem að byggja samfélag sem eru fjölskyldur sé mjög mikilvægt að hlúa að þeim að þannig máta að þeir séu hamingjusamir og sterkir bæði fjárhagslega og andlega og þá þurfum við að hafa tíma þannig að þau geti haft tíma fyrir börnin sín þannig að þau getum byggt upp og þá verður við með harmonist samfélag þá höfum við val á því, við höfum meira tíma þá fyrir hvort annað. Það getur verið að sé ykkur sem að ef að þau kæmu þarna, þessi 4 svona nefndir og væri með þessa hugmyndir, þá myndi ykkur svona segja við þau, já, krakka mínir, en ef þetta ná okkur árangri í pólitík, þá er nú ekki sniðugt að fara bara í þvert á valdamesta fólkið á Íslandi. Þið munum ekki endast aldurinn mjög lengi, þið fáum náttúrulega gríðarlega andspyrnu gegn ykkur. Þannig að ég mæli nú með að þið kannski reynið að fikra svo eitthvað svona smá, það líti út fyrir að þetta sé eitthvað stórt en þið verið að gera þetta í samkomulagi við svo kallar hagaðila sem eru verktakararnir, lóðabraskararnir og okkur leigufólkið
bankarnir og eitthvað fleira, þeir verið að búa þetta til þannig að þeim lindi við þetta. Þannig að við skulum búa hérna til nefnd, skulum hafa 69 manns í nefndinni, það allt saman fólk sem raunverulega níðast á þeim sem eru minni máttar og þau búa til nýtt húsnæðiskerfi. Þetta hefur verið nokkru sinnum gert og hann er Guðmundur Hrafn Auðunsson sem hefur verið formaður Leigjendasamtakanna. Hann hefur sagt að hann hefur verið svona boðar hann á fund og svo lítur hann svona í kringum sig og athugar hverjir eru á fundunum. Hann er eini leigjandinn, sko. Hittur allt saman bara fólk sem vinnur í bönkum eða í verktakafyrirtækjum eða, þú veist. Gott fólk, en það er bara allir sem eru þarna og stjórnsýslan og allt saman, fólki úr ráðunautunum, heldur það sé ekki kosið til þess að stjórna landinu í takt við þarfir fólksins, heldur í takt við þetta fólk. Já. Við erum hingað komin kosin til þess að vera í liði með þeim að stjórna samfélaginu vegna þess að innst inni kaupum við það að ykkur er ekki treystandi fyrir peningunum í lífeyrissjóðnum til dæmis. Og ef við ætlum að byrja á því að fara að gera eitthvað í samfélaginu sem er best fyrir venjulegt fólk, að það mun bara enda ykkur glundróða. Þannig að það er best að byrja á því að spurja ríku hvað er það sem að ykkur vantar helst, hvernig getum við hjálpað ykkur í að verða ríkari, því að þannig munum við lyfta öllu samfélaginu. Þú ert að þurfa alveg upp í, þú búið lifað sömu tíma og ég. Já, þetta er óskiljanlegt fyrir mig og ég Það er andlega vakningu. Ég vil að ég ætla að reyna að taka saman þetta samanburð og setja á pappír og segja Jón og Gunna borga af þessu láni svona mikið óverðtryggt. Sven og Astrid sem búið í Svíþjóð, þau borga svona mikið af samskonar láni og eru með þessi laun og Úle og norska konan hans og börnin þeirra sem eru jafn gömul og allt og með svipuð laun og svona og vinnir eins vinnu. Kannski er það giftur manni sem heitir Knut og þetta Já, samkynhneigð. Samkynhneigð. Við erum alltaf að hafa það. Og þá verðum við líka að hafa fólk af öðrum kynstofnum líka eins og í bíómyndunum öllum og sjónvarpsþáttunum. Við tökum danska fólkið. Já, svo tökum við danska, hvað heita það, Rasmus og Lína bara eitthvað, Lena. Þau borga svona mikið og svo getum við farið til Þýskalands, við getum farið til Austurríkis, Hollands. Það er með frábært leigusystem þar. Frábært leigusystem, það er landslög þar. Ég veit að sonur minn leigði þar í 8 ár og hann þurfti að fá, við þurftum að skrifa undir og vera einhverjir vottar og þá voru bara eitt pappír sem allir fyll í, það er bara landspappír sem þú fyllir í til þess að leiga. Og mátt sækja held í þú 15 eða 16, það gera allir. Og svo færðu kannski útlutað 26-7 ára, það er smá bið, því að þetta er takmarkuð gæði. Þannig að það fá ekki allir bara strax, en ef þú ert komin inn, þá ertu bara safe for life. Já, og þeir get ekki hækka leiguna því að það er reglur þar líka sem er búin að stoppa það, þannig að fólk hefur það bara fínt. Það er ekki mikið, ég veit ekki með þau þarna í Hollandi, því að þau þurfi ekkert að kaupa, það er ekkert mikið það að fólk sé að kaupa íbúði þar, en það þarf ekki að gera. Það leigan er svo hagstæð. Og svo við getum farið út alla Evrópu og tekið þetta fyrir og alla Skandinavíu og borið þetta, við getum bara tekið bara Skandinavíu, það er ekki alltaf vinsæla við hvað þessar þjóðir sem við berum okkur helst saman við. Þú vilt að við farum í smá ferðalag og skoðum hvaða kerfi aðra þjóðir hafa og tökum bestu kerfin sem að henta almenningi best. Þú varst nú að segja það í Noregi til dæmis, það væri konum með einhverja sérstakar sjóði. Þeir gerðu það sko bara strax eftir stríð því að það er margir sem eiga húsnæði þar. Það er ekki eins og við þurfum að finna hjólið. Nei. Það er bara að fara til þessar landa sem við berum okkur helst saman við. Ef við ekki bara gera það. Það er oft bara í lestarklefa og þú spilar bara eitthvað á meðan að við erum að leiðin til Evrópu. Ferðalag. Ég bý á 4. hæð í 5 hæða blokk og fokkið niður þolir ekki rokk. Ég
fæ aldrei sofa því að fólki fyrir ofan sitja á hádegisfréttir í botn. Ég fyrst að fyllum setin, ég finnst ekki fett, þá lendi ég í öllum bærum. Það eins og vera upp í brút og sjó, þar sem áöfnin búin að fá nóg. Fulla ferð á móti og ég færist ekki hóti, nær en ég var í gær. Ég þyrst að fyllist fet en ég kemst ekki fet, þá lendi ég rekald upp í kletta og víxillinn aftur að detta. Ég þyrfti rónæð og alls ekki þetta. Það er frábært. Herðu, má ég biðja mig eitt lagi upp og það erum við kveðjumst? Já. Ég er nú bara, að því að þú ert með munnvörpu þarna. Já. Nokkar rosalega að heyra hérna, þetta ekki með eitthvað lag það sem að munnvörpan kemur? Jú. Viltu ekki heyra æðruleysi bara, aftur? Já. Þá ætla ég bara að þakka þér fyrir og við endum bara á eins og við byrjum bara óvænt að þú ert að spila. Ég þakka þér kærlega fyrir hérna komuna og ég þakka Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og öllu sem hafa verið að hlusta og horfa. Þetta var Kristján Kristjánsson, KK, sem kom hérna við rauðaborðið með gítarinn sinn og lífsregluna sína og söguna og ríkan vilja til þess að heimurinn verði betri. Það vilja það allir, held ég. Já. Sem byggt á sannfæringunni að heimurinn góður. Eða hvað? Fólk gott. Já, ég held að gott af sér gott, skilur. Ég held að við séum eins og við sáum. Just like the old folks say, you gotta reap just what you sow. That old saying is true. Þú ætlar að gefa okkur eitt lag í lokin. Takk fyrir að komuna. Ok, þú vilt að ég noti hörpuna, þá ætla ég bara að fara í þetta hérna. Kærleikur og tíminn læknar sár, eitt ár í tímans hafi 100 ár. Við erum vinir, þú og ég, og við örkum þennan veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Hamingjan fyrir handan horn, hún liggur þar og bíður stundarkorn. Og við röltum, þú og ég, öðru hvoru hennar veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Eitt víst og engu færst í breytt, að þú og ég, við erum yfirleitt. Alveg eins og vera ber, alveg sama hvernig fer. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Andans heimi vítt til vegg og hátt, og sátt að dyrum lokið upp og gátt. Týndir sauðir tínast heim, tektu opnum höndum tveim, hönd í hönd, sama veg, þú og ég. Kærleikur og tíminn læknar sár, eitt ár í tímans hafi 100 ár. Við erum vinir, þú og ég, og við örkum þennan veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Já, 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 þú og ég, þú og ég, þú og ég. Já, 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 þú og ég, þú og ég, þú og ég. Segðu það á Samstöðinni.